Já, í tilefni þess að Halla Tómasdóttir hefur verið kjörin 7. forseti lýðveldisins. Það langar okkur til þess að spila viðtöl sem að við tókum við Höllu í kosningabaráttunni. Hún kom tvisvar hingað að rauðaborðinu. Í fyrra skiptið stuttu eftir að hún lýsti yfir framboði og í seinna skiptið, þegar kosningabaráttan stóð sem hæst. Fyrra viðtalið svona venjulegt kynningarviðtal. Við erum að reyna að glögga okkur á erindi Höllu í framboð, hver hún og hver viðhorfirnar eru til svona helstu mála samfélagsins. En í seinna viðtalinu að þá ræðum við hana þörfina á nýjum sáttmála í samfélaginu. Hún gagnrýndi að sömu leyti þá stefnu sem að rekin hafði verið í fyrirtækjum og stofnunum samfélagsins. Taldi vera nauðsynlegt að það yrði endurnýjað að einhver leyti, að það yrði meiri samfélagslega ábyrgð sem yrði höfð að leiðarljósi, ekki bara til dæmis í fyrirtækjunum hagnaður eigendana. Ég held að þessi viðtöl sýni vel hver Halla og hvert var erindi hennar til framboðs og hvers má vænta af henni á forsetastóli. Og við skulum heyra þessi viðtöl núna. Það gott tilefni til þess að endurflytja þau. Fyrst skulum við hlusta á viðtalið sem var tekið fyrir 2 mánuðum stuttu eftir að Halla Tómasdóttir lýsti yfir framboði til forseta Íslands. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, það komið að forsetakosningum. Við höfum rætt við nokkra forsetaframbjóður. Við gerum það svona eftir hendinni, eftir því sem að koma fram framboð sem að við teljum að muni að öllum líkindum verða á endanum á kjörseðlinum. Tínt þau upp svona hægt og bítandi. En nú að færast fjör í leikinn og það að koma fram það sem að stundum í umræðinu verið sagt svona alvöru framboð með. Við erum ekki spennt fyrir því á rauðaborði. Við þökkum öllum sem bjóða sér fram fyrir að bjóða sér fram. Við erum fyrir lýðræðið og viljum svo að flestir bjóða sér fram. En það sagt, nú komið að einum af þeim frambjóðundum sem að munu örugglega slást hituna, eins og sagt er. Halla Tómasdóttir, velkomin. Takk fyrir. Og þú ert vön frambóði? Já, ég kemur reynslunni ríkari inn í þetta núna. Fór fram fyrir 8 árum síðan. Og átti þá skemmtilegan lokasprett en ferðalagi var ekkert allt auðvelt. Þannig að ég þekki skinin og skúrina sem að ganga á. Já, þú byrjaðir og varst lengi vel svona, einhver tíma var þetta kallað pilsnerfylgi. Já, í lágum prósentum. Já, ég fór örugglega undir pilsnerfylgi meira þess að 45 dögum fyrir kosningar því að þá var ég með samkvæmt skoðanakönnunum 1% fylgi og flestir horfðu á mig og spurðu hvort að ég ætlaði ekki að hætta. Og þetta nú á þeim tíma þetta væri til einhvers. Já, og þetta er dálítið merkilegt að lenda í þessu vegna þess að stuðningsfólkið þitt og jafnvel þínir nánustu er erfitt með að horfa á þig þegar það gengur þetta illa, en þá átti ég kannski, ég veit ekki hvort að kalla það innra samtal, en allavega hugsaði vel af hverju ég gaf kost á mér og það voru stærri kannski og mikilvægar ástæður heldur en hvaða fylgi ég hefði á hverjum einstaka punkti á ferðalaginu. Þannig þú varst að bjóða eitthvað fram og svo þið bara komið ljós hvort að fólk vildi það ekki og það var ekki beint upp á þig að klaga ef svo verið ekki. Nei, og ég hef stundum sagt, Gunnar, og þú kannski tengir við þetta að við verðum að stíga fram ef við ætlum að gefa kost á okkur hvar sem það er, í forsetaframboði eða í foreldrafélaginu eða í hvaða hlutur sem þarf að sinna í samfélaginu, bara eins og við sjálf, og það var auðvitað eitthvað sem brann innra með mér sem gerði það verkum að ég gaf kost á mér þá og ég taldi það skipta nógu miklu máli til þess að það væri gott að koma því á dagskrá og fá umræðu það og ég taldi það líka skipta nógu miklu máli að sýna kannski að það sé hægt að gefa kost á sér án þess að það eina sem skipti máli sé að sigra, þó að ég hef auðvitað ætlað að fara alla leið, að þá það þannig að ég held að sé vel hægt að fagna öðru sæti ef að þeir eru tekist að fara á leiðarenda og gera það með reisn. Það sé ekki fyrsti lúser eins og þau segja í fótboltanum. Já, ég vil meina að hagkerfið okkar og hugmyndin í viðskiptalífinu hafa kannski verið aðeins og mikið byggð upp á bara samkeppni. Ég held að það sé annað gildi sem að ég hef saknað sjálf, kannski alla tíð og það tæki mig eitthvað tíma til að uppgöta alveg hvað það var og það er kannski umhyggja. Ég vil meina að við séum sem svona ofboðslega sterk áherslu á samkeppni og kostnað hvers sem að við höfum einhvern veginn verið að fórna
framtíðinni sem býður næstu kynslóða í þeim kerfum sem við byggt upp, kannski ekki fyrst þegar þau voru byggð upp, en núna í langan tíma þá held ég að það sé komin þörf á að uppfæra þau og það þurfa að setja umhyggju fyrir fólki og samfélagi og umhverfi og náttúru til hliðar við hagnaðarsjónamið sem að hafa kannski ein og sér fengið að ráða ferðinni í alltaf langan tíma og það hefur alltaf verið hugsjónin mín og svo þegar maður verður mamma, ég á 2 núna, þau voru 13 og 15 ára síðast, núna 20 og 22 ára, strákur og stelpa og ég held að það bara breyta okkur öllum að verða foreldri og ég allavega fyrir mitt leyti fór að hugsa ofbærslega mikið það sem ég kalla kynslóðajafnrétti. Að ég hef alltaf verið mikið að vinna í kynjajafnrétti og held að það væri betra ef að það væri jafnara heldur en það er. En ég held að kynslóðajafnrétti sé stóra spurningin hvernig við erum að hafa okkur núna, við sem erum einhvers staðar og höfum áhrif og hvaða áhrif það hefur á þá framtíð. Hvernig heim við skiljum eftirhanda börnunum? Já, en það þarf langtíma sýn til þess að hugsa það og það má kannski segja að það hefur verið byggt inn í kapitalíska kerfi, mikil skammtíma hugsun, ársfjórðungshugsunin í skráðum fyrirtækjum og svona hagnaður daldið á kostnað hver sem og ég held að við séum bara löngu búin að ganga fram að bæði samfélagsáttmálunum og náttúru auðlindum með þeirri hugsjón. En þú vilt ekki leggja niður kapitalismann? Nei, ég hef nú ennþá trú á því að það sé betra kerfi en öðrum sem við fundum. Þú heldur hann geti borið eitthvað annað heldur en hagnaðar? Já, með nýrri skilgreiningu á árangri, þar sem að við setjum veljaðan fólks og umhverfis og kjörnum það í árangurinn, í öllum mælingum, í því hvernig við hugsum hvað það að stunda viðskipti, hvað skiptir máli í efnahagskerfi, hvað við mælum, hvað fjárfestar horfa og hvert beina fjármagn og svo framvegis. Ég held ennþá að við þurfum að breyta því. Ég hef að minnstakosti ekki séð að við séum með annað kerfi sem að gerir okkur kleift að gera þær umbreytingar sem ég held að við þurfum á tiltölulega skömmum tíma. Og mér ekki alltaf þegar svona á botninu kolt að það voru stjórnendur sem að verða að standa skil á gróða til stjórnarinnar sem að færir hann eigundunum. Það er eiginlega systemið þannig byggt mæli í borðinu sem er arðsemi, sem er bara arðsemi fjárfestinga hluthafanna, getur gengið frá samfélaginu og náttúrunni og vinnuaflinu eða verkafólkinu og neytendum og heila hverju sem er. Og það er svo kenning sem sett fram að Milton Friedman 1970 og það var með haustið 2020 þá eru 50 ár frá því og ég á samt öðru fólki í mínu starfi sem ég hef verið í síðustu 6 ára ákvaðum að svona reyna að vekja athygli meðal annars með listamönnum og fólki úr öllum áttum að vekja athygli á hvort að það var ekki alveg komin tími til þess að hugsa þessum endurskoðun á einhverju 50 ára gamalli kenningu sem að þjónaði okkur örugglega á einhverjum tímapunkti. En má setja mjög stór spurningamerki við hvort það geri enn. En það er mín sýn og það er kannski sýnin sem ég hef verið að vinna alveg frá því að ég kom að stofnun Auðar Kapital fyrir 17 árum eða árið 2007, þannig að það er vist orðið eitthvað aðeins lengra, tíminn líður svo fljótt, en það er þannig að ég trúi því að við getum kjarnað inn í regluverk stjórnvalda, þetta er ekki bara eitthvað sem er valkvætt hjá viðskiptalífinu þó ég sé að vinna með forystufólki sem hefur ákveðið að reyna að taka af skarið þó að stjórnvöld sé ekki búin að því, að við getum sett inn í rauninni gagnsæ og skýr uppgjörskjör til markaða, áhrif okkar á þessa mikilvægu þætti sem ekki kannski passa eins vel inn í Excel eins og hagnaður til skamstíma. Og það sé leið. Þannig að ríkisvaldið þröngvi fyrirtækjunum til þess að gera upp þannig að það mælist notkun þeirra á auðlindum og skaðsem áhrif á umhverfi. Og áhrif á samfélag og stjórnarhætti og annað, já. Og það er að gerast sem betur fer og ég hef sem sagt síðustu 6 ár verið forstjóri samtaka sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og heita The B-Team og það er kannski þeir sem stofna það eru þá bæði stjórnendur fyrirtækja sem að finnst við þurfa að hugsa hlutinu upp á nýtt en líka fyrirverandi þjóðhöfðingjar og mannréttindafrömmuðir og fólk sem hefur verið að reyna að uppfæra og breyta viðmiðunum í samfélaginu og einn annan máta og þau rauninni eru stofnuð fyrir rúmum 10 árum síðan og þá segja þeir sem það koma saman þá 15, þetta eru 32 aðilar í dag, að það sé bara að svona hefðbundin og viðtekin viðskipti bara gangi ekki lengur upp. Við getum ekki,
það eru mörk sem að halda til dæmis jörðinni í jafnvægi, þau eru 9 samkvæmt vísindamönnum, sænskur vísindamaður sem hefur farið fremstur í þessu og við erum komin að mörkum eða umfram í 6 af 9. Þetta er aldrei eins og að búa í húsi sem stendur stendur út í sjó og stendur á 3 stoðum af 9 og það bara þarf ekkit mikið að gerast til þess að það gangi ekki upp. Það þarf að breyta stefnu bara núna. Já, og við höfum bæði verið þess að fyrst þegar bítíminn var til að þá voru þessir aðilar, sérstaklega þá þeir sem eru að reka eigin fyrirtæki eða samtök að reyna að sýna í eigin verkum hvernig væri hægt að gera hlutin öðruvísi. En það sem að hefur breyst mjög mikið á þessum 6 árum sem ég hef verið með þeim er að við höfum í auknum mæli verið að vinna með, þrýsta á og fá stjórnvöld að borðinu til þess að rétta leikreglurnar. Því við höfum að hlutverk og auðvitað þurfum við frumkvölakraftin í frumkvölaumhverfinu og athafnalífinu en við þurfum stjórnvöld sem setja leikreglur, skýrar og gagnsæjar leikreglur. Og ertu þá að segja að markmið er ekki bara að svona búa til vitundavakningu með þeirra sem er eitthvað fyrirtækin þannig að gera það betur, heldur að ýta á stjórnvöld að þau setji fyrirtækjunum einhver mörk þannig að þau gangi ekki á skýrar og réttlátar leikreglur þannig að við varðveitum þær auðlindir sem að framtíð barnan okkar veltur á og rauninni framtíð okkar allra því þetta er ekkit svo langur tímarami ef að við hugsum bara hvað blasa við miklar áskoranir bæði þá í umhverfis og náttúruvá en líka bara ef við tölum núna lýðræðið og stríðið og við svo sem höfum ekki stríð eða reyna að stilla til friðar á dagskrá hjá bítím en við höfum verið á þessum ótrúlegu tímum þar sem Rússar ráðast inn í Úkraínu og við sjáum þessa hræðilegu atburði með Austurlöndum og líka 17 stríð í Afríku, það gleymir stundum að tala um það. Vaxandi hernaðarhyggju bara vaxandi, já. Það er alltaf eins og aðallausnin sé alltaf hervald. Alltaf að velja stríð, já. Og ég get alveg sagt það við þig, Gunnar Smári, að það er, fyrir mér er bara mjög skýrar áherslur, af hverju ég bauð mig fram 2016 og aftur núna. Ég tel að Ísland sé einstaklega sterkt samfélag, en við erum ekkert óháð því sem er að gerast í heiminum og hér eins og ég hef fylgst með annar staðar að það reynir á samfélag okkar og hefur gert allar götur frá efnahagshruni og ég er ekki vissum að við nokkuð tíman almennilega kannski barið í brestina sem að þá komu í ljós og samfélagsþróun tekur langan tíma. Við sjáum það bara á litlu trausti á stofnanir samfélagsins. Og það er allstar, við sjáum það allan heim. Já, það er eiginlega sumuleitum að benda á að það sé eiginlega lakara hér heldur en í næstu nágrunndum. Já, til dæmis trú á bara þjóðþinginu. Já. Hefur borið það saman, tölurnar hér og ég hef nefnilega ekki borið það saman á Íslandi en annars staðar. Til dæmis eins og þjóðþingið, að það er bara mjög lágt hér Ég held nú að einmitt þess vegna skipti Bessastaðir máli núna. Sumir segja að þetta sé óþarft embætti og við þurfum þess ekki en ég er þeirra skoðunar að þetta sé kannski eina embætti þar sem að fólkið á beina aðkoma að velja mannesku sem að það treystir og það er auðvitað mikilvægt að slík manneskja ávinni sér trustið en þetta er bæði ykkur manneskja sem hjálpar okkur að finna það sem við eigum sameiginlegt og svona íta undir það kannski frekar en það sem að ég myndi segja eru kannski stundum deilur sem að við leysum ekki vegna þess að við erum að tosast í sundur í staðin fyrir að reyna að finna sameiginlegu fletina svo við getum haldið áfram með betri samfélagsáttmála. En svo held ég náttúrulega að það sé bara mikill öryggisvendill í þessu hlutverki þegar að við erum með þjóðþing sem að kannski nýtur ekki alltaf trausts og ég held að það sé bara, við vitum það öll að það er ekkit sér íslenskt fyrirbrigði en það er víða að myndast gjá í lýðræðinu á milli almennings og þeirra sem að setja á valdastól og líka á milli kynslóða. Og ég bara á þessu ungu börn og við í bítím vinnum mjög mikið með næstu kynslóð og ég er alltaf að sjá betur og betur hvað viðmiðin hjá næstu kynslóð hafa breyst hratt og hvað kannski við, og við verðum bara að setja okkur sjálf þar líka, erum komin kannski, erum með mikil áhrif án þess að vera að hugsa mikið áhrif okkar á langtíma hagsmuni næstu kynslóð. Það bæði þetta að sjá það í langtíma hagsmuni, það má líka sjá það að svona efnaðsleg staða ungsfólks í dag og bara heila foreldrakynslóðunar er lakari núna sem hlutfall af öðrum kynslóðum heldur en hefur verið nokkuð tíman áður. Við erum að sjá í fyrsta skipti og aftur er það ekki bara hér en mjög áhugavert að tala það hér því það eru svolítið sérstakar aðstæður, verðbólgan og vextir og annað sem við búum við hér. Við erum í fyrsta skipti núna með kynslóðir sem horfa ekki, í langan tíma að minnstakosti, sem er ekki að horfa upp á þeirra lífskjör verði allavega sambærilega eða betri. Þau eru að horfa upp á hvernig get ég eignast taka yfir höfuð og svo er annað
og bara hvernig get ég valið að búa hér. Það er bara spurning sem að yngri kynslóðir spurja og ég heyri það mjög reglulega á fundum mínu með þeim. Það heyri ég líka í öðrum löndum allan heim. En hér heyri ég líka annað sem að veldur mér bara líka hjartasári, alveg eins og ég hugsa framtíðarkynslóður og það er þessi eldri kynslóð sem að er núna, ég hitti til dæmis eldri borgara í síðustu viku og voru að benda mér á að leiga er kannski sumstaðar komin upp í 410.000, sagði einn maðurinn og það eru mjög fáir af svona 20-30 ára kynslóð sem ekki voru komin inn í lífeyriskerfin sem urðu til 1970 eitthvað sem að bara eiga nokkurt kost á að borga slíka leigu. Þannig að ég held að við þurfum aðeins að horfa meira á kynslóða réttlæti og kynslóða jafnrétti og hugsa þá bæði að unga fólki okkar vilji velja að búa hér, en líka að eldra fólk sem að við nálgumst og maður verður þarna einn daginn, að það sé ekki bara reitt og skilið eftir og finnst enginn sjá það, heyra það eða virða það fyrir allt það lífstar sem þau unnu til þess að við höfum þau lífsgæði sem að við höfum. Það er alvarlegur dómur yfir samfélaginu ef að eldri borgarar upplifa það að þau séu eitthvað til svikin. Já, það er það. En svo maður heyri fólk segja, ég borga skatta og skildur hérna mína alla hunds og katt á tíð og svo sit ég uppi með þessi gjör. Já, og það sem ég held að sé svolítið að gerast líka og það á bara jafnvel við yfir allar kynslóðir er að það er að vaksa svo einmannaleiki. Þannig að sko geta fólks til þess að eiga samtalið hvernig þeim líður og hvað bjátar á, virðist einhvern veginn vera kannski komin í annarkvort í lyklaborðið eða í einhver samtölu en einhvern veginn er það mín upplifun og nú er bara rétt vika síðan ég steig fram og hef verið að hitta eins marga fyrir og ég get og það er kannski stærsta gjöfin við að gefa kost á sér að fá að hitta fólk úr öllum stöðum samfélagsins, allt kringum landið, því þá færðu að heyra og sjá hvaða er sem fólk er að hugsa og það brennur margt á íslenskri þjóð í dag. Það er að því að þú kemur einhver leiti svona úr atvinnulífinu og leggur svolítið áherslu á atvinnulífið. Nú ert að boða og maður geti sagt þess að þetta er svona frambóð frá hægri, komandi úr þeim ranni, en síðan ertu eiginlega að boða að við setjum Frídmann á öskuhugasögunar. Allavega uppfærum hann. Já, og ef ég myndi spyrja núna eins og úr bakherbyrgjum Valhallara, hvað ert að leggja til? Ert að leggja til stóreflingu eftirlitsiðnaðarins eins og þeir sem ekki vilja ríkisafskipti á neinum tagi inn í rekstur fyrirtækja? Já, fyrst kannski ef ég má aðeins ávarpa það hvort að ég sé hægri manneskja. Það er áhugavert að ég er oft kallaður sósíalisti eða kommunisti í mínum störfum í dag. Þannig að ég held að sé svona hver á heldur og stundum ætti fólk kannski bara aðeins að hlusta á málstæðin. En ég hafna kannski pínulíti hugmyndafræðinni hægri vinstri og ég held kannski að ásinn sem að ég er meira að vinna með sé fortíð framtíð. Og ég hef mikinn áhuga á því að við séum ekki að svona benda hvert á annað á þessum miklu umbreytingartímum, heldur förum að setjast í kringum borðin, hvort sem þau eru rauð eða hvernig sem þau eru á litin og förum að eiga samtal á milli allra. Ég held að það hafi nefnilega allir hlutverk. Atvinnulífi hefur hlutverk við að uppfæra sín viðmið og koma með lausnir á þessu margvíslegu áskorunum sem blasa við. Ekki síst frumkvölar og ég held að Ísland sé hugsanlega einn áhugaverðasti staður í heimi til að vera með sjálfbæra nýsköpunarstarfsemi. Það er svo margt sem að náttúran færir okkur tækifæri þar Þannig að ég held að það má ekki afskrifa atvinnulífi sem þáttakanda í umbreytingunni og ég hef beitt mér heilmikið þar en ég er ekki síður aktivisti sem hef farið í margar göngur með ungu fólki og konum og þeim sem berjast fyrir réttlæti og ég er ekki síður manneskja sem hef áhuga á því að stjórnvöld axli sín ábyrgð og það er stór hluta minni vinnu og hefur reynda verið alla tíð að stjórnvöld hafi hlutverk að leifum okkur á þessum fótboltadegi að nota fótboltalíkinguna því að Ísland er að keppa í kvöld, stór leik, að þá þurfum við, það væri ekkit gaman að fótbolta ef að við ætluðum að segja öllum nákvæmlega hvernig þeir ættu að stíga skrefin eða að spila boltan, en við þurfum leikreglur og þær þurfa að vera réttlátar og það þarf að dæma þegar að það er ekki rétt. Og við þurfum áhorfundur og samfélagi í kring sem tekur þátt og býr bæði til orku og gleði í kringum með dósíni stuðning og svo framvegis. Það hafa allir hlutverk að mínu mati. Ég er ekki endilega að tala fyrir stóreflingu eftirlitsinnar. Ég held að einfaldari reglur væri stundum betri. En ég er að tala fyrir því að endurskoðendur eru nú skyndilega orðnir breytingarafl í okkar samfélagi. Þeir hafa sjaldan verið taldir það. Endurskoðendur kannski segir það. Endurskoðendur eru núna og einn af okkar
einn af okkar leiðtogum í B-tím hefur farið fyrir þessari vinnu á heimsvísu, að vinna með stjórnvöldum allan heim og við höfum verið að styðja við það að það séu settar skýrar reglur, ef ekki lög, þetta fer svo lítið eftir heimsvæðum, það að fyrirtækjum beri að setja með gagnsæjum og skýrum hætti inn í sín uppgjör áhrif sín á umhverfis og samfélagsþætti sem á stjórnarhætti. Og það eru í rauninni, þá verið að normalisera nýja, stærri og betri skilgreining á árangri heldur en bara hagnað til hluthafa til skamms tíma. Og á þessu hef ég áhuga því að ég held að ef ég er bara heiðarleg þá bara svo margt sem þarf að gerast núna að ég hef ekki trú að því að stjórnvöld í sumum tilfellum bara haldi í við þær umbreytingar sem þarf að gera og þannig að ég vil ekki afskrifa kraftin sem býr í athafnalífinu eða atvinnulífinu í að innleiða alls konar lausnir eins og fyrirtæki hér, spennandi fyrirtæki eins og Carbfix, eins og þeir sem eru að horfa til þarabyltingarinnar, mörg fyrirtæki að finna lausnir á hvernig notum við minna plast, hvernig búum við til mat sem að fer ekki illa með okkur eða fer ekki með heilsuna, hvernig höldum við hafinu hreinu, hvernig búum við áfram í landi sem að styður við heilbrigð okkar velliðan og góða heilsu. Og það held ég að sé áhugavert tækifæri og við mögum ekki horfa fram hjá þeim. Þú ert að semilegt að tala svona nýjan samfélagssáttmála. Þeir samfélagssáttmála sem við höfum hafa orðið til eiginlega í átökum á bara stjættarátökum. Það eftir stríðsára samfélagssáttmálinn þar sem var svona allavega í orðu hvernig öll samfélagi okkar heimsluta voru að stefna auknum jöfnuði og auknum réttindum allra íbúana og opið lýðræðislegt samfélag var að sumuleyti afleiðing af því að verkalýðshreyfingin kom öflug út úr stríðinu og náði árangri og síðan erum við með Milton Friedman og nýfrjálshyggjuna sem er eiginlega mætti orða sem gagnbyltingu hinna ríku sem er að reyna að ná auknum átökum. En hvernig getur þá nýr samfélagssáttmáli, hann getur alltaf orðið til bara í eitthvað svona deglu umræðunar og það er ekki alltaf þannig í samfélaginu að besta hugmyndi vinni bara því að hún er svo góð. Það er bara þeir sem að ég var að tala hérna áðan við Jón Kristinsson, arkitekt, sem hefur starfað í Hollandi alla sína tíð og verið að vinna að svona aukinni sjálfbærni og orkunýtingu og eitthvað fleira og alveg dásanlegt að hlusta á hann og uppfinningar hans og ég spyr býtu akkur þetta ekki í hverju húsi þá segja ég bara þeir sem taka ákvörðun eru þeir sem hafa hagað því að selja okkur orku þannig að það verður minni eitthvað sem að sparar orku það selst ekki. Það dreifist ekki, kannski ekki rétt orðlega hjá honum að það seldist ekki. Já, góður hugmyndir dreifast ekki endilega og er ekki endilega teknar upp en eru mikilvægar til að hreyfa við samfélaginu. Það er áhugavert að þeirra B-tím stofna fyrir 10 árum og verður í rauninni, sú hreyfing verður til að því að fólk fer að tala saman í kjölfar efnahagskrísunar sem að var alþjóðleg þó að hrunið hér væri kannski áhrifaríkara vegna stærðar vandans og stærðar samfélagsins og allt það, að þá fer fólk að tala saman og segja þetta gengur ekki upp, við verðum einhvern veginn að fara að ræða aðra nálgun á viðskipti og efnahagskerfið og síðan hafa þessir aðalega verið að reyna að sína aðra nálgun og það er áhugavert að þegar að ég kem þarna inn fyrir 6 árum til að verða forstjóri þessara samtaka að þá er formaðurinn forstjóri Unilever, eins stærsta neytendavörufyrirtækis í heimi og varaformaðurinn alþjóðlegu leiðtogi verkalýðshreyfingarinnar. Og bara það vakti áhuga minn á hvað þarna var að gerast. Og allar götur síðan og fyrstu fundinni sem ég fer á með B-tím að það sitja forstjórar og verkalýðshreyfingin og stjórnvöld í því tilfelli stjórnvöld í Kaliforníu fylki saman að tala hvernig förum við þessi orkuskipti af því að þú nefndir þau. Hvernig við vinnum við saman að því, hvernig sjáum við hag fyrir vinnandi fólk, fyrir fyrirtækin sem er að gera þetta og fyrir ríki sem er að reyna að ná einhverju markmiðum til þess að enda ekki á að þurfa að borga mikið fé fyrir að fara fram úr þeim samningum sem að þegar hafa verið gerðir. Og þetta er svona samtölun sem ég fer í og svo ef við tökum í nærtíma að þá þegar Rússar fara ráðast inn í Úkraínu þá verður náttúrulega til orkukrísa í Evrópu, orkuverð hækkar mikið og bitnar mest á þeim sem minnst hafa og lægst launaðir eru, að þá förum við í verkefni þar sem að við leiðum saman bæði þá sem eru að svona uppfinningafólk eða fólk sem er að skapa nýjar lausnir, stórfyrirtæki, aktivistana, stjórnvöld og svona fólk úr akademíunni og við förum í samtal með 150 manns og leiðum það samtal hvar liggja lausnirnar að Evrópa geti orðið sjálfbærari hraðar í orku og það sé græn orka, þannig að við náum líka öðrum markmiðum. Og þetta var ekki auðvelt samtal,
ég ætla alveg að segja þér það, en ég hef ofboðslega trú á því að þegar við tökum öll sjónarmiðin að borðinu, þá komi alls konar í ljós. Ég ætla að gefa þér bara eitt konkrétt dæmi. Það eru fyrirtæki og það eru lönd innan Evrópusambandsins sem að voru með metnaðarfullar áætlanir og metnaðarfull plön, en leyfisveitingar voru að taka kannski 8 ár. Sem dæmi Danir hafa stórar áætlanir núna og eru byrjaðar á þeim í Norðursjó, þar sem þeir telja sig geta séð fyrir stórum hluta á orkunni í Evrópu og þeir byrja á þessum plönum þegar orkukrísan byrjar. Og þeir fara þannig að því að fjárfestar eða lífeyrissjóðirnir þeirra, stjórnvöld, akademikan og stórfyrirtækin, Ørsted sérstaklega sem fyrirtæki sem hefur verið hvað fremst í vindorku, ákveður að búa til sameiginlega sín fyrir þetta verkefni. Og eru núna að byggja eyju með vindmyllum í Norðursjó og hliðin á eyju til þess að búa til grænt vetni og telja sig geta orðin stóran hluta af þeirri orku sem að Evrópa þarf á að halda, þannig að til dæmis Þýskaland og aðrar þjóðir sem að er í rauninni háðar rússa orkunni og þar að leiðandi í erfiðri stöðu geti haft valkosti sem að þannig þurfi ekki að styðja við eða ekki mótmæla stríði. Svona held ég að við þurfum að fara að vinna í auknum mæli. Þetta er erfitt og þetta er flókið, en ef það tekur okkur 8 ára að fá leyfi fyrir hugrökkum hugmyndum til þess að gera okkur til að tryggja orkuöryggi, að þá er það erfitt, það er of langur tími. Og það sem kom í ljós til dæmis í þessu ferli er að fólk var bara miklu meira sammála heldur en það hélt. En það þurfti að fá fólk inn í sameiginlegt samtal og gera sameiginlegar áætlanir, þannig að allir væru tilbúnir til þess að fara að taka þessi hugrökkuskref að Danmörk og Norðursjór verði stór orkustöð fyrir Evrópu. En það eru mörg svona dæmi sem ég get gefið og ég ætla ekki að segja að ég hafi svörin, en ég er alveg handvissum að við erum ekki lengur í samfélagi þar sem einhver einn getur sagt, hérna þetta er svarið og allir fylgja. Það samfélagi er bara ekki lengur til. Þannig að það þarf einhvern veginn að læra að vinna öðruvísi í svoleiði samfélagi. Ég ætla að andmæla bjartsýninni í þér. Já, það má. Það gæti orðað þetta þannig að þannig kæmi elíta úr atvinnulífinu, stjórnvöldum, úr háskólunum og mjög víða að borðið að finna sér bestu lausnir. En það sem oft gerist er að meðan á því stendur þá kýs bara fólk Trump. Já. Og ég náttúrulega að því að ég hef vegna starfsmins haft aðal heimili í Bandaríkjunum síðustu ár, þá gæti ég tala lengi um það. En mér langar til að byrja samt á bara að segja þetta verkefni okkar var svo langt frá því að vera bara elita. Við vorum með frumkvölana og unga fólkið og aktivistana af göttunum með okkur í þessu samstarf og það eiginlega var það sem að gaf þessu svo mikinn kraft. Þannig að ég held að þetta sé hægt. Í Bandaríkjunum er fólk, kaus það Trump og akkurat núna ef það væri kosið í dag er það líklegt til þess að gera það aftur. Og það er ofboðslega erfitt að útskýra það, að skilja það og reyna að útskýra það. En ég hef samt nokkrar útskýringar sem ég held að sé mikilvægt að benda á. Ég held að svokölluð elita og það er alltaf spurning þegar við notum svona stimpla. Ég er alltaf að reyna að hætta að nota stimpla sjálf vegna þess að ég held við þurfum svo á því að halda sjá hvort annað og ekki alltaf að vera stimpla. Þetta fyrirbrigði til, sem við getum deilt það hvar það nákvæmlega er eða hvernig er. Þetta er ákveðin hætta á að samfélagið okkar verði ólýðræðislegt vegna þess að það séu bara fáir sem að hafa raunverulega málfrelsi og það sé ekki hlusta á aðra og það er bara hætta. Og við búum í bergmálshellum og ég held að það yfir okkur öll og samfélagsmiðlarnir hafa ýkta svo mikið og fjölmiðlarnir hafa elta svo mikið að ég held einhvern veginn að fæst sjáum við alveg hvað er að gerast í öllum hornum samfélagsins. Það er okkur líklega öllum holdt að fara í framboð og gera það, bara hlusta og sjá og ég man eftir því að 2016 var það sem ég var þakklátust fyrir, að bara heyra og sjá Íslendinga bara úr öllum röðum samfélagsins segja mér í rauninni hvað þeim bjó í brjósti. Það bara breytti mér og mínu fólki á jákvæðan máta, að mínu mati, að þroskandi máta. En í Bandaríkjunum má segja að það sé bara stór hópur fólks sem að finnst það bara enginn sjá það eða virða það lengur. Og sami hluti fólks hefur kannski bara ekki haft aðganga, það sem ég myndi kalla lágmarks mannréttindi, að geta notið þess að vera með heilbrigðisþjónustu eða geta séð fyrir sér að börnin þín geti gengið menntavegin eða bara geta kosið vegna þess að það er búið að upplifa bara að samfélagið sér lokað. Bara upplifa að samfélagið sér lokað og við til dæmis höfum unnið og erum að vinna núna. Ein ástæð þess að ég þurfti að gefa mér tíma til þess að hugsa hvort ég ætlaði að gefa kosta mér núna er að ólíkt því hvernig við vinnum á Íslandi, þá er unnið mjög langt fram í tíman í svona hlutverkum eins og ég er í og eitt af mörgum mikilvægum verkefnum sem var á mínum borði var bara hvernig styðja fyrirtæki við kosningar og getu fólks til að taka þátt í kosningum þegar að næstu því helmingur heimsins
er að ganga til kosninga. Það staðreynd að í ár gengur næstu því helmingur mannkins til kosninga. Þetta staðista lýðræðisár í sögunni. Og við erum að ganga til kosninga á tímum þegar samfélagsmiðlar eru að hafa svo mikil áhrif. Oft með ekki réttum fréttum eða rangfréttum, misfréttum, oft með ofbeldi og hatri og ýmsu sem að hefur vond áhrif okkar líðan. Rannsóknir sína 9 af hverju 10 fréttum sem deilt á Facebook séu af einhverjum slæmum toga og hafi slæm áhrif okkar, kannski eins sé rétt og ekki með neikvæð áhrif. Þannig að þetta er ósvöldlega stór áhrif. Svo kemur gervigreindin ofan á þetta. Og bara núna nýlega í forkostningunum í Bandaríkjunum þá hringdi Biden í kjósendur og baði að kjósa ekki. En það var bara ekki Biden, það var gervigreindin að ringja með röddinni hans. Þannig að við erum komin þangað að þetta er hættulegt, lýðræðið í hættu og á mörgum stöðum í vörn og sumstaðar bara að fara tilbaka og mannréttindi sömuleiðis. Þannig að ég held til dæmis að fyrirtæki geti hér haft áhrif. En eru þið ekki bara búin að hirða til dæmis lýðræðisvettvangin í Bandaríkjunum? Já, það er alveg staðreynd að það eru allt og mikið fjármagn inn í stjórnmálum í Bandaríkjunum og við höfum verið að reyna að mótmæla því með ýmsum hætti og það eru ákveðnir aðilar. Ég nefni nú bara einn fyrirtækjaeiganda sem er sannarlega ekki í okkar röðum en hann kunne hafa gefið Donald Trump 1,5 miljard bandaríkjadollara í sinn kosningasjóð síðast en hann fekk það bil 3 milljarða í skattalækkanir í gegnum það, þannig að það eru þessi dæmi og það er ræðilegt og það er verst af öllum stöðum í heiminum í Bandaríkjunum tel ég þó að spilling þrífist líklega allstaðar og víða. En til dæmis sem dæmi þarna að þá eru fyrirtæki í okkar röðum og ég get nefnt til dæmis Patagonia fyrirtæki sem alltaf hefur sett umhverfis og náttúruvernd á oddinn en þeir saumuðu fyrir síðustu kosningar inn í öll fötin sem þeir seldu hvatningu til fólks til að kjósa. Gáðu svo öllum starfsmönnum leyfi til að taka sér frí á kosningadag. Það er alltaf kosið á 30 í Bandaríkjunum. Margir sem komast bara ekki úr vinnu eða þurfa að hafa svo mikið fyrir því og kendu svo fólki hvernig það skrái sig því það er ekki nóg að mæta kjörstað í Ameríku. Þú verður að hafa skráði fyrirfram, fæstir vita það. Það er orðið mjög flóki fyrir marga að gera það. Þú getur ekki gert það nema þú hafir ökuskírteini. Það eru bara mjög margir í til dæmis fátækari hverfum stórborga sem hafa aldrei fengið ökuskírteini, hafa ekki vegabréf, það er bara einungis 1/3 af Ameríkönum sem hafa það. Þannig að það er búið að smá saman til áratuga er búið að byggja svo miklar hindranir fyrir kosningaþáttöku. Ofan á þetta kemur síðan vantraust næstu kynslóða, eða kannski allra kynslóða en ekki síst yngri kynslóða. Og vantraust þessara hópa, það má sjá minni kosningaþáttöku. Það er það. Við sáum það bara frá því að konur fengu kosningarétt, þá held ég að það hafi ekki verið fyrir bara undir 1970 sem að var jafn kosningaþáttöku að kvenna og kalla. Það var vegna þess að konur litur svo á að þetta væri ekki alveg sitt game. Þess vegna skiptir menntun og stuðningur við kjósendur alveg ótrúlega miklu máli og við erum núna búin að vera hvetja með mörgum fyrirtækjum. En það er ekki fyrst og fremst að samfélagið snúi eða þessast pólitíkin snúi sér að þessum hópum. Ef það er alltaf verið að tala við fyrirtækjaeigendur og elítuna, að þá er náttúrulega henni fátækari og henni sem eru meira á jaðri samfélagsins. Líta svo á að stjórnmál eru bara eitthvað sem að fína og flotta fólkið er að döta sig við. Já, ég held allavega þetta sé nú svolítið að breytast og þarna kannski fekk fólk dýra leksíu í formi Trumps því að hann sá eitthvað sem að margir sáu ekki og síðan hef ég séð kannski ekki nógu mörg dæmi það en einhver dæmi það að fólk sé að vinna miklu nær fólkinu og reyna að hlusta meira á fólkið. En ég ætla bara að segja þér alveg svo Gunnar Smári, ég held að Bandaríkin eigi aldrei eftir að upplifa heilbrigt lýðræði þegar að það er svona takmark eða gengdalust fjármagnseiganda inn í stjórnkerfinu. Sem betur fer er það ekki staðan hér. Það er ekki hægt, það eru reglur hér í kringum fjárframlög til frambjóðenda og það eru fjárframlög til flokka á hinu opinbera fé sem er ekki í Bandaríkjunum. Og fyrirtæki geta lagt í þetta. Akkurat og þannig að ég held að við eigum að fagna því og standa vörðum það því að lýðræðið skiptir ótrúlega miklu máli en ég held að við getum lært af því sem að þetta er ekkit bara í Bandaríkjunum sem að við erum komin kannski fengum einhvern veginn svo Trump. Það er ekki leiðilegt að segja það en við erum alveg að horfa á dæmi þess að öll komist til valda fyrir annarlegar ástæður víða heim. Það er náttúrulega svona nýja hægrið er að sigra í eiginlega öllum kosningu sem hafa verið í Evrópu. Já, ofta ala á ótta, útlendingaandúð, ofta ala á, og ég er þeirra skoðunar að óttinn hann
er að mínum mati það sem ég óttast mest vegna þess að óttin, og þá er ég ekki að segja að við eigum ekki vera reið ég vinn með einni konu sem hefur gert það gagn og kannski gefur hún mér bjartsýnina, ég veit það ekki en hún náði að fá 196 lönd til að verða sammála að gera Parísarsamkomulagið á sínum tíma árið 2015 hún er frá Costa Rica og hún er með hlaðvarp sem heitir Outrage and Optimism eða reiði og bjartsýni og hún talar mikið þrjóska bjartsýni og ef ekki að segja Gunnar Smára að ég velji dálítið að vera í þrjóskri bjartsýni vegna þess að fyrir mér þá hreyfir hugrekki, von og bjartsýni við mér og öðrum í kringum mig en óttinn lamar og ég sé mjög víða og þetta er eina af ástæðum fyrir því að það skiptir svo miklu máli að tala við þá hópa sem kannski taka ekki þátt í kosningum að ef að þú ert búin að missa trú og ert svona kannski umvafin óttanum frekar en voninu og bjartsýni og trúni að þú getur nýtt þitt atkvæði til áhrifa að þá náttúrulega er það eiginlega svona þá bara fáum við akkurat það sem við óttumst að því að ef við tökum ekki þátt, ef við hættum að taka virkan þátt í lýðræðinu, þá hættir náttúrulega lýðræðið að virka. Og í Bandaríkjunum held ég að við höfum bara séð það gerast. Kosningaþátttaka er svo lág og sérstaklega hjá því fólki sem kannski hefur það verst. Þú talar eins og þú viljið breyta samfélaginu og heiminum. Akkur ferði þá ekki bara í pólitík, frekar að fara að bjóða fram til forseta sem er valda lítið embætti? Já, það fer reyndar allt eftir hvernig við skilgreinum vald, en ég hef hafnað bæði tækifærum og hugleiðingum sem hafa komið það að gefa kost á mér á vettvangi stjórnmála fyrir 2 ástæður. Fyrri en nú kannski sögði í húmor en maðurinn minn myndi líklega ekki fyrirgefa mér ef ég segði það ekki. Hann hefur alltaf sagt að hann styðji mig í hverju sem er nema að gefa kost á mér í stjórnmálum. Hann er það góðu maður og ég ætla að halda í hann. Það er kannski húmorísk ástæðan. En svona alvarlega ástæðan er að eðli málsins samkvæmt þá draga stjórnmálaflokkar gjarnan í dilka og hér eru 9 flokkar og það er bara eðli málsins samkvæmt því það er svolítið verið að reyna að aðgreina sig frá hinum. Ég hef alltaf fundið ríka þörf til að finna það sem sameinar, frekar en það sem sundrar. Að því ég trúi því að það sé meira. Ég trúi því að við séum með svipaða sýn á hvernig heim við viljum skilja eftir fyrir börnin okkar. Að það grein ekki eins mikið á milli eins og kannski orðræðan myndi gefa til kynna. Og ég tel að það sé mikilvægt til þess að við náum að nýta það sem ég tel vera styrkleika Íslands og í rauninni heiminn sjá sem styrkleika okkar og þar alveg búa í því mikil tækifæri, að þú þurfir einhvern veginn að hafa þann áttavita mjög skýran af einhverjum vettvangi sem að sameinar, ekki sem sundrar. Og í mínum huga eru þetta hlutir eins og sjálfbærni, þetta eru hlutir eins og að því ég píparadóttir eins og jarðvarminn og hvað við vorum ótrúlega framsýn að nýta hann og hvað það gerði fyrir okkar samfélag og hvað við gætum haldið áfram að sýna hvað er mögulegt í hreinni, umhverfisvænni orku. Ég trúi að kynjajafnrétti hafi breytt og hjálpa samfélaginu og muni halda áfram að gera það ef við stöndum vörðum það, en ég trúi ekki síður á að við þurfum að tala kynslóðajafnrétti, við þurfum líka að tala stöðu ungra drengja, við þurfum að tala jafnrétti aðgangað menntun og jafnrétti óháð fjárhagslegri stöðu og uppruna, jafnrétti er stórt hugtak og við eigum að vera til fyrirmyndar þar og ég trúi því að ef við veljum að vera friðsæl þjóð sem ég held að við höfum öllu jafna vali og það þýðir ekki að við þurfum að vera sammála. Það þýðir bara að við gerum það virðingu. Stjórnvöld í fyrsta skipti að skaffa herjum vopn í sögunni. Já. Það gerðist nú bara í dag. Ég var að lesa þessa frétt bara og náði mér ekki að lesa hann alla þannig að ég ætla ekki að segja að ég þekki nákvæmlega málavestu. En ég er þeirrar skoðunar að þarna einmitt geti staður eins og Bessastaðir lyft sér upp fyrir þetta og sagt við eigum ekki að skipa okkur í lið, við eigum að velja frið. Það er að mínum mati eina örugga valið fyrir Ísland. Og líka bara því að við erum okkur þjóð eins og eða hvað? Já, sko... Við höfum kannski ekki stöðu til þess að velja stríð ef að við erum... Í fyrsta lagi er það algjörlega óraunhæft að við getum lagst á árar þarfum, en í öðru lagi er það bara rangt val. Þjóð sem velur frið, hún mun gera miklu meira gagn heldur en þjóð sem velur lið. Og akkurat í dag eru stórþjóðunar að skipa sér í lið. Svo mikið að það er ekki einu sinni hægt að fara eftir samþykkt Sameinuðu þjóðanna í öryggisráðinu að hætta þessu hræðilega stríði sem er þar í gangi. Ég vil að við veljum frið, frekar en að skipa okkur í lið. Ég vil að við gerum það skýrt, bæði hérna inn á við, en stöndum fyrir það líka í samfélagi þjóða og ég leyfi mér að dreyma það að hér geti verið vettvangur friðar í heimi þar sem að mjög fáir geta í reynd staði fyrir það. Og ég hugsa aftur til ársins 1986. Þá var ég skiptinum í Bandaríkjunum í fyrsta skipti eina á erlendri grundu og
Ég lendi í blaðaviðtali eða fjölmiðlaviðtali fyrsta skipti því að Reagan og Gorbachev hittust þá á Íslandi á afmælisdaginn minn. Og ég þarna valla orðin svona málfæri á ensku, undirbý mig vel, ég ætla að segja þeim frá því hvað við vorum hugrakk, konurnar okkar fóru í verkfall, við kusum fyrst þjóða konu sem forseta og pabbi pípari og hann að leggja hitalagnir í hús og í Íslandi erum við ekkert að nota, erum við með svona ótrúlegt hugvit og ótrúlega náttúru sem sér okkur fyrir þessum öllu, en ég fekk bara eina spurningu í þessu viðtali og það var hvort að við Íslendingar tryðum á álfa og huldufólk. Það var eina sem komst í gegn. Þetta árið 1986. Það var eitt annað sem komst í gegn. Kona í rauðri kápu sem gekk á milli tveggja stórvelda sem voru að eiga fund til að byrja að enda kaldastríðið. Hvar getum við hugsanlega fundið stað til þess að tala og fyrir og búa til samtal frið ef ekki hér. Við eigum fullt erindi í þetta allt. Ég tel að með því að hafa skýran áttavita á Bessastöðum að okkar sín í kjarnanum viljum við vera friðsæl þjóð og við viljum byggja hérna framtíð og tryggja kynslóða jafnrétti á grunni sjálfbærni, jafnrétti og friði, að þá séu alveg ómæld tækifæri bæði efnahagslega en líka bara samfélagslega til að vera sátt og stolt að því að búa hér. Ég man bara eftir þessari sátt og stolt þegar ég er 17 ára gömul, hvað ég bar það í brjósti mér, með mér, þarna fyrsta skiptað heiman. Ég finn þetta alveg enn þann dag í dag, sérstaklega fyrir listafólkin okkar og íþróttafólkin okkar og við eigum svo mikið af fólki sem að tengir við sköpunar kraftin sem býr í okkar náttúru og gerir ótrúlega hluti. En ég held að það þurfa að veita því athygli að við ætlum að vera áfram skapandi þjóð, samhent þjóð, sjálfbær þjóð, jafnréttisþjóð, friðarþjóð. Og ég sé ekki stjórnvöld, mér þykir leitt að segja það, ég sé ekki stjórnvöld tala nægilega mikið þetta og þetta áhrifavald og þetta dagskrárvald alvöru vald í mínum huga. Við getum farið aftur í tíman varðandi svona afstöðu almennings til stríðs og friðar að það var mikið áfall fyrir þjóðina held ég og það kom bara fram í skoðanakönnunum að þegar Ísland var sett á lista yfir viljugar þjóðir í Íraksstríðinu það stríddi bara gegn svona hugmyndum mikils meiri hluta þjóðarinnar hvert er okkar hlutverk, okkar stríð og friði. En við getum fundið miklu fleiri dæmi að þú ert að tala að við höfum sameinlega sýn á því svona sirka hvernig samfélag ætti að verða, hvort okkur getur greint á hvaða leiðir er að fara. En þetta getur við ég geti dregið upp alls konar kannanir sem að sýna það, að mikil meiri hluti Íslendinga styðja til þess málstað Palestínumanna, en stjórnvöld gera það ekki. Við getum séð að mikil meiri hluti almenningsvill réttlæti í kvótamálum en stjórnvöld vilja það ekki. Mikill meirhluti almennings vill uppbyggingu og opinbers heilbrigðiskerfi en stjórnvöld ekki að fara eftir því. Þú kannast við það. Það eins og að sé ykkur gjá. Já, það bara okkur hafi ekki okkur ekki tekist að láta svona vilja meginþorra almennings endurspegla sig í bara stjórnarathöfnum og mér finnst fólk vera að tala meira þetta, jáfnvel bara svona eins og mildi og manngjaska sem ég finn bara í samskiptum mínum við annað fólk. Við getum ekki dæmi á Grindvíkingunum sem að lendi í vandræðum og þeir tala akkurat þetta, hvernig samfélagi tók á móti þeim. En svo eru þeir sárir og fyrir miklu vonbrigði með hið formlega vald, hvernig það kom á móti sér. Og það er ég velta að vera, hvernig getur svona fámenn þjóð klúður að líðræðin sínum svona mikið að stæðsti hluti þjóðarinnar upplifi það að stjórnvöld ekki að stýra samfélaginu svona í takt við bara mín manngildishugmyndir. Það segir kannski bara svona svo litið eins og við vorum að tala að kerfið í kapitalismin og Milton Friedman hugmyndirna þyrftu uppfærslu. Ef við ekki bara vera heiðarlega við hvort annað og segja að það sé ýmislegt á vettfangi stjórnvalda og í menntakerfinu og víðar sem þurfi uppfærslu. Við erum svona dálítið með kerfi sem að halda okkur kannski aðeins föstum og fólkið í kerfinu hefur breyst en kerfin ekki. Og ég er nú gift Grindvíkingi og við hefum mikið af vættingum þar og ég er vestfirðingur og ég er búin að við horfum á svona dæmi eins og þeirra Súðavíkur, hræðilegur atburði gerast þar og núna í Grindavík og það er alveg einstakt hvernig Íslands samfélag stendur sig þegar á reynir. Það er eitthvað í okkur þar sem er alveg ótrúlega fallegt og ég trú að sé þjóðin. En svo er það þannig að ég kom að þjóðfundi árið 2009, ári eftir hrun, þar sem að við vorum 9 saman og upphafi og við vorum svo 400 saman og svo 1500 saman einn dag, bara slempi úrtak úr þjóðskrá sem að rættum framtíðarsýn og gildi Íslands og við vorum alveg ótrúlega sammála þar.
Þetta er eitthvað fallegasta sem ég hef upplifað, bara á ævinni. Það var, sko, hvort að fólk var rúmlega 8 eða 18 ára, við þurftum að miða við það í úrdrættinum úr þjóðskrá, en einhverju voru nú aðeins eldri og yngri sem slættu samt með. Þegar við rættum saman 9 manns í kringum kringlótt borð og svo skrifuðu allir á miðana sín og allt fór þetta inn í tölvuna og sýndi okkur, þá var heiðarleiki til dæmis nummer 1 gildið fyrir okkur öll. Og mennskan eða kærleikurinn kom þarna líka, sjálfbærnin, jafnréttið, réttlætið, gildin voru mjög skýr. Ég talaði mikið þetta síðast þegar ég fór fram. En það sem gerðist þá, að mínum að við vorum ákveðnum slysstað sem þjóð, það hafði allt hrunið og það var verið að reyna að gera við og kannski vorum við bara aðeins og duglega á vettvangi stjórnvaldi að gera við bara hlutina nákvæmlega eins og þeir voru, í staðin fyrir að uppfæra að læra betrumbæta. Að mínum að þá var ekki til neitt heimili fyrir það sem að þjóðfundurum bjóð til. Bessastaðir eru heimili fyrir gildin og framtíðasýnin og vilja þjóðarinnar og að boða til samtalsins og jafnvel samstarfsins að taka á málum þar sem að við einhvern veginn höfum ekki náð að vinna úr þeim og höfum gert þau óþarlega flókin. Bara ein staðrend sem ég var að ræða hérna við samstarfsaðilaði náðan. Á Íslandi, ég þori ekki að fara með að ég sé með 100% rétta tölu, en er eitthvað staðar á bilinu 60 til 70.000 manns á geðlyfjum. Það er þá hæðsta hlutfall í heimi ef þetta er rétt. Hvað veldur því? Eigum við að hugsa bara hvernig við skrifum út meira af þeim eða eigum við að velta fyrir okkur hver er rótin af því? Og ég tel og dóttir okkar er í sálfræðinámi, hún er 20 og hún segir að 8 af hverjum 10 af sinni kynslóð sé að fást við einhver andlega erfiðleika frá kvíða til neyslu, til einmannaleika, til sjálfsvíshugsana eða þaðan að verra. En þetta mikil breidd í hvers konar andleg veikindi. Ég held bara við verðum að horfast í augu við að kerfin, þau eru ekki að sinna veljiðan fólks og umhverfis. Ekki ef öllum líður illa. Ekki ef svona mörgum líður illa. Og hvað gerum við þá í því? Ætlum við að vekja máls á því? Ætlum við að ávarpa það? Ætlum við að fara í þau verkefni sem þarf að fara í til þess að bæta úr? Er hægt að búa til fullkomið samfélag á einni nóttu? Nei. En er hjálp í forsætisembættinu að vekja máls á, hlusta á og jafnvel eiga samtöl við ólíka aðila innan samfélagsins að fara saman í það verkefni að lyfta okkur upp úr þar sem við erum komin ofan í svona skurði. Ég tel líklega að þetta vera innæmbættið sem við höfum. Einhvern tímann hefði einhver sagt að kirkjan syndi þessu hlutverki og ég held að gera það fyrir marga. Þau eru að því, já. Líka. Þau eru að því og ég held að kirkjan... Þau ræða þetta mikið hvert er hlutverk biskups og kirkjunar inn í samfélag þar sem er vaxandi einmannaleiki og minkandi trú og stofnanir samfélagsins og eitthvað sem við getum kallað félagslegu upplausn, tala það að kannski erum við komin bara á einhverju endastöð einstaklishyggjunar og verðum að fara að rækta með okkur einhverju svona. Það eru 3 sambönd sem að ég held að skipti öllu máli fyrir andlega veljan. Það er sambandi við sjálfan þig, sumir rækta það í gegnum kirkju, sumir rækta það í gegnum jóga, en einhvern veginn þarft að rækta sambandi við sjálfan þig. Það er alveg grunnurinn að því að ég skrifaði bóki fyrir sem heitir Hugur ekki til að hafa áhrif. Þú verður að breyta innri heiminum eða þú ætlar að reyna að breyta heiminum. Það er bara, ég lærði mikið það erfiðu leiðina sjálf í eigin lífi en þetta skiptir bara máli. Þú verður að rækta sambandi við aðra. Og þegar að sambandi við aðra er mest með skjá eða lyklaborð á milli eins og er orðið bæði fyrir ungt fólk sem eldra fólk og bara allt of mörg okkar, eyðum allt of miklum tíma þar frekar en að tengja við hvort annað og heilsa út á götu eins og eða taka baðstofuspjallið eða sitja í heitupottunum og allt það. Við þurfum það. Það er nauðsynlegt. Og svo vil ég meina að þriðja sambandi sé sambandi við það sem að kallar þitt lífsstarf eða þinn tilgang eða það sem þú ert að gera. Og því miður er það, ég hef lært það líka lönguleiðina að hvaða gefur manni ótrúlega orku þegar að maður velur eða fær það tækifæri að velja að starfa við eitthvað sem að manni finnst skipta máli og skipta mann virkilega máli bara innra með sér. Því það eru margir sem hafa ekki þann valkost og það eru margir sem að starfa við eitthvað sem að jafnvel bara þeir fá enga ánægjútur eða finna ekki neitt svona tilgang með. Ég held að það sé líka mjög erfitt. Þetta er breskkönnun sem að sagði að held ég að 36% fólks upplifir að starf þeirra sé tilgangslaust. Já, það rímar við eina könnun sem að hefur komið út í yfir 30 ár sem segir að einungis 1/3 starfsfólki sé í rauninni með jákvæð tengsl við starfið sitt. Þannig að meir en 2/3 og þetta er yfir 30 ár og þetta hefur versnað en þetta er samt búið að vera slæmt yfir 30 ár. Og þannig að það eru ýmsar rannsóknir sem að benda til þess að
það sé eitthvað brotið þar líka á milli vinnustæðar og starfsfólks og við höfum verið í verkefni hjá BT undanfarin 6 ár sem við kallum mennskir vinnustæðir, þar sem við höfum verið með mörg fyrirtæki að læra hver af öðrum hvernig býrðu til mennska vinnustæði, hvað þýðir það að vera mennskur vinnustæður, hvað þýðir það að hjálpa fólki sem hafa andleg veikindi að stríða, hvað þýðir það að hjálpa fólki að finna tilgang með störfum sínum og finnast fyrirtæki vera að gera gagn og láta gott að sér leiða. Að til dæmis kom í ljós að 2/3 af ákveðnum yngri kynslóðum vilja að fyrirtæki láti sig varða áhrifin á umhverfið og samfélagið, vilja það svo mikið að þau eru tilbúin til að taka lægri laun ef að fyrirtækin að ganga til góðs. Þau bara fara á milli og jafnvel fara frá fyrirtækjum ef þau gera það ekki. Þannig að það að eiga sér stað einhver vakning í atvinnulífinu þó hún sé ekki nógu útbreytt ennþá að vegna hæfileika sem þarf að ná í að til dæmis ungt fólk bara vilja ekkit vinna fyrir fyrirtæki sem eru bara að valda skaða. Að það sé bara ekki áhuga lengur á því. Skiljanlega. Mjög skiljanlega. Mjög skiljanlega. Það er nefnilega óeðlilegt kannski ef við gerum ráð fyrir ástandi þar sem að þau myndu vilja það. Já. En heyrðu, við erum með stjórnmálakerfi sem einhvern veginn nær ekki að endurspegla almannavilja. Við erum með einhverju leiti svona samfélag í vanda, það er vaxandi einsemd og einhver sársauki í samfélaginu en líka með ótrúlega sterkt og samhent samfélag þegar á reynir. Það er alveg... Svo erum við með atvinnulíf sem að einhverju leyti er afvega leitt, er að horfa á vitlausa mæla í mælaborðinu sínu, að eini í mælikvarðin sé bara arðsemi sem er fé sem er flutt til eigandana. Þetta er náttúrulega, en svo erum við með einn þjóðkjörinn forseta og þú talar eins og þú trúir því að þessi þjóðkjörinn forseti það getur læknað þetta alls saman. Ég held að engin einn gerir neitt. Við skulum hafa það alveg á hreinu. En hann sé þetta sem lykil staða til að allavega hefja leiðina til lækningar. Já, ég tel að þetta embætti sé nákvæmlega það, að þetta embætti geti ávarpað kannski betri helmingin í okkur öllum, heldur sé ekki í okkur öllum að geta virkað það góða eða líka eitthvað sem er ekki eins gott, að geti ávarpa það og fengi fólk bæðin í samtal og til samstarfs að taka á með skýrum áttavita að fara að setja stefnun á þetta og að því hún nefndir atvinnulífið, ég hitti í vaxandi mæli ekki síst frumkvöla en líka stærri fyrirtæki sem eru virkilega að reyna að breyta sínum aðferðum. Eru nógu margir þar? Nei. En eru við byrjuð á þeirri vegferð? Já. Þannig að ég held að þetta byrji þar og þetta þurfi viðtækt samstarf og sáttum. Ég vil að hugsa mikið menntakerfið. Ég kendi við Háskólann í Reykjavík áður, báðar systur minnar eru leikskólakennarar. Ég velti heilmikið fyrir mér þessu hvar við kennum okkur að gera það sem ég skrifaði þessa blessuðu bókum, hugur ekki til að hafa áhrif. Hvar lærum við að vinna með okkur sjálf? Því að hvar lærum við að finna innri áttavita og þora láta okkar eigin rödd hljóma og þora að trúa því að við skiptum máli og getum gengið til gags. Og ég held að sterkustu samfélögin þau nái að kenna okkur þetta frá tiltölulega unga aldri. Mínir krakkar voru í skólakerfinu eða við kvölduraborðið hvoru tveggja, því að ég er mjög þreytt á þessar umræðu þar sem við ætlum alltaf bara að benda á kennara þegar eitthvað er brotið í skólakerfinu. Svona lagaðu barnið mitt. Já, ég held að þetta sé sameiginlegt hlutverk samfélagsins, foreldrar bera mikla ábyrgð, hvernig eru við hvaða fordæmi eru við í notkun á skjánum eða hvernig við tölum aðra eða við aðra. Skólakennarar einur og sér geta ekki tekist á við þann vanda og ég held að víða vanti líka bara fjárfestingu í innviði og það er orðið afskaplega erfitt víða að vera kennari. Það er, ég þekki marga kennara, besta vinkonum mér frá æsku er kennari og fór inn í það seint og við ræðum þessi mál mikið og þannig að við getum ekki bara bent á kennara en þurfum við að eiga samtal, foreldrar, kennarar og samfélagið hvað megi betur fara þar og kannski hvernig við megum hugsa ýmislegt upp á nýtt, já. Og eigum við að vera að kenna börnunum okkar og eigum við sem að eiga vinnustæðir, axla ábyrgð á að hjálpa fólki að vinna með sjálft sig? Já. Og eigum við að reyna að setja okkur ykkur viðmið hvernig við tölum saman, hvort sem það er á samfélagsmiðlum eða í fjölmiðlum eða annars staðar, já. Og ég held að forsætisembætti geti farið fyrir þessu, sett okkur með þjóðinni, forseti á ekki að koma á Bessastað og segja þetta er mínar skoðanir og ég er að fara fyrir þeim. Forseti á að koma á Bessastað og segja ég ætla að hlusta á alla hópa í samfélaginu og ég ætla að ljá máls þar sem ég sé að við erum ekki að hlusta og þar sem eitthvað þarf að laga. Og ég ætla að hafa hugrekki til að ræða það bæði fyrir opnum tjöldum en líka hugsanlega stundum á baku tjöldin. Það er að segja stundum getur forsetinn hnift í stjórnvöld vegna mála.
og sagt, hér er eitthvað, hvernig get ég hjálpað? En oftast það þannig að sko stefna ríkisstjórnar hverju sinni eiginlega stefna forsetans. Af hverju segirðu það? Þetta er réttur Af því það er þingræði. Já, og það var líka, ég man bara eftir umræðu þegar sagt var að Ólafur Ragnar Grímsson væri að svona búa til sína einu utanríkisstefnu, að það þótti að vera næstu háskalegt að forseti talaði ekki í takt við utanríkisstefnu viðkomandi ríkisstjórnar. Ef að vel tekst til að vinna með áttavita Íslands og ég bara kalla það mætti alveg kalla það eitthvað annað og það er sátt það frá öllum helstu haghöfum í samfélaginu og það er notuð einhver aðferðafræði sambarilegu og í kringum þjóðfundin eða annað, að þá ætti ekki að vera þessi gjá. Hún ætti ekki að vera til. Það er skrítið að hún sé til. Hins vegar skulum við alveg hafa það á hreinu, Gunnar Smári, að það er öryggisventill í 27. grein stjórnarskrár og þar hefur forseti málskotsrétt sem er kallað þetta neitunarvald. Þetta er í sjálfu sér ekki neitunarvald, þetta er málskotsréttur til þjóðarinnar ef að forseti metur að þannig eftir að hlusta vel á alla hópa, ekki bara sína nánustu vini eða hvað stjórnvöld sé heldur alla hópa sem máli varða, að þetta sé svo mikilvægt mál sem varði grundvallar hagsmuni þjóðarinnar og jafnvel hagsmuni næstu kynslóða eins og til dæmis gerðist í Icesave málinu, að við vorum þar að fara að horfast í augu við það að setja skuldir á framtíðar kynslóðir vegna ábyrgðarleysi núverandi kynslóða, eitthvað ótrúlegt kynslóða óréttlæti í því, að þá hefur forseti þennan rétt að vísa þessum lögum, nota þennan málskotsrétt til að vísa því til þjóðar. Og ég held að það sé ákaflega mikilvægt að þessi réttur sé til staðar, en það þarf að ganga þennan rétt að mikilli virðingu. En mér finnst þú vera meira að tala áðan að forsetin hefði svona forystu hlutverk í því að svona tala við þjóðina og móta einhverja svona leið til þess að bara lyfta upp samfélaginu. Ég er algjörlega sammála því að það er megin hlutverkið. En við erum eins og þú hefur réttilega bent á og ég er sammála að lifa á tímum þar sem að traustið er ekki kannski það sem það vonandi verður og þarf að verða og það eru stór mál til umræðu í samfélaginu hér og sem á annar staðar og það geta komið upp þær aðstæður þar sem að það myndast gjá á milli þings og þjóðar. Og þá held ég að forseti sé nákvæmlega súmanneskja sem að geti verið öryggisventill fyrir þjóðina. En þá ekki að ganga þann rétt af neinni léttúð. Þá að leita lausna alltaf fyrst. En ef að það er þannig að það er augljós vilji þjóðarinnar og augljósi grundvallar hagsmunir mannréttindi eða langtíma hagsmunir þjóðarinnar einhvern veginn undir, að þá þarf forseti að vera tilbúin til að standa í fæturna og standa með þjóðsinni. Hefði þú, það var nú í fyrri Icesave, þá skrifaði Ólafur Ragnar undir lögin en var með svo mikla fyrirvara að þeir stóðu í Bretum og Hollendingum, en setna skipti þá skrifaði hann ekki undir og bæri skiptin fór þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hefði þú, það er alltaf erfitt að spyrja fólk, ef að skýja og ef að myndi, sérðu fyrir þér að þú hefði neitað að skrifa undir þetta? Ég get alveg sagt þér það, bara mjög ærlega að þetta var mjög skrítin tími í samfélaginu og ég held að kannski ekkert okkar viti alveg nákvæmlega, við vitum allavega miklu meiri í dag og getum hort tilbaka og sagt takk Ólafur fyrir að skrifa undir þetta. En ég man eftir eða kringum mig á þessum tíma þá var mikil umræða í bara atvinnulífinu, ég er að reka hérna lítið fjármálafyrirtæki með aðra hugmyndafræði, það eina sem að fer svona svolítið á fótunum í gegnum hrunið á þess að verða fyrir tjóni, þetta auður kapital. Og það eru margir sem að segja við eigum að reyna að fara samningsleiðina því að annars lokast allt fjármagn til Íslands og ég man alveg fyrst þá er ég að hlusta á þetta og finnst já, en alltaf er maginn einhvern veginn ósamála. Í maganum er ég þarna með, ég held alveg örugglega börnin mín hafi verið það vil 3 og 5 eða 5 og 7, það eru 2 ára á milli þeirra. Ég er alltaf að horfa á börnin mín þegar ég er að borða á þessum tíma og hugsa hvaða rétt höfum við til þess að vera í ábyrgðarleysi að haga okkur með þessum hætti að þetta rínur allt ofan á þjóðina og að mamma og pappi sem að tóku aldrei neitt þátt í þessu, eldra fólkið, lendi í fjárhagskrökum út af þessu eða börnin mín eigi að vera undir þessu oki ókomna framtíð. Þannig að ég man alltaf að hyggjuvitið og innsæið sagði þetta er ekki réttlátt. En kaustu í þjóðaratkvæðagreiðslunni? Ég gerði það. Hvort kaus maginn eða hausinn? Maginn kaus í þjóðaratkvæðagreiðslunni og maginn kýs alltaf hjá mér. Að því að en það er kannski eitthvað sem maður þorði ekki að gera Gunnar Smári þegar maður var yngri. Ég held að það, þetta er nú það sem er að góða við að þroskast og leyfa sér að læra á leiðinni. Ég er miklu
mín dómgreind hefur eflst miklu meira og sjálfstrustið til að taka ákvarðanir með innsæinu en ekki bara því sem að sko aðrir telja og ég held að þetta sé kannski eitt af því sem við þurfum bara virkilega að skoða þegar við göngum til kosninga við verðum að hafa forseta með góða dómgreind með vilja til að hlusta ólík sjónamið, ekki of herskáan, ekki of tilbúin til að fara fyrir sínum sjónamiðum, heldur sjá hlutverk sitt sem þjónandi fyrir þjóðina og það held ég að skipti sköpum í svona málum og ég svolítið hrædd við að við séum komin á þann staðstundum að við ætlum að bara setja allt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég ekki vissum að það sé tökum sem dæmi bara breytingar á skattalögum. Það mjög ólíklegt að þær færi í gegnum þjóðaratkvæðagreiðslu og það ástæða fyrir að þær þjóðir sem nota þjóðaratkvæðagreiðslu undanskilja yfirleitt slík mál. Að því að fæstir kjósa nú með meiri skattaálögum en það getur samt þurft að setja meiri skattaálögur. Það sem við þurfum ná fram að auka skattaálögur á lítinn hóp, það líka ábyggilega rök fyrir því að hafa þetta ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það gæti verið. En ég held kannski það sem ég að segja, sko ég alveg fylgjandi meiri beinu lýðræði en ég miklu meira fylgjandi meiri beinu samtali og samstarfi þessi mál sem fyrsta val og þegar að við náum ekki að brúa, þegar við náum ekki að byggja brýr og það gjá, þá tel ég að forseti eigi að vera öryggisventil þjóðarinnar. Fyrir hrun að þá varstu í viðskiptaráði sem annars veitti ISEF velun. Já, og það er því að þú ert að tala þessar breytingar og þá það eðlilegt að fólk spyrji býttu, þú ert að tala gegn þessari einhæfu stjórn á fyrirtækjum og tala gegn eiginlega æðsta páa nýfrjálshyggjunnar, en varst þú ekki bara drottningin þarna? Já, þetta eitthvað sem ég ræddi mikið í síðasta framboði og var sjálfsagt að ræða aftur því ég skil alveg að þetta veki kannski spurningar upp hjá einhverjum, getur fyrsta lagi eitthvað sem kemur úr viðskiptalífi verið heilbrigður með góða dómgreind eða eitthvað aðra sín. Það sem ég vek kannski athygli á er í fyrsta lagi var ég í þessu starfi í rúmt ár og ég sagði því upp til þess að stofna eigin fyrirtæki að því ég fann ríka þörf til að vinna á grunni eigin gilda og með aðra sín. Og það fyrirtæki var stofnað í kringum ábyrgar fjárfestingar og að setja umhverfis og samfélagsmál inn í alla hugsun í kringum fjármál og fjárfestingar. Þannig að í meir en 17 ár hef ég unnið að því og það hefur verið leiðarstefið í mínu lífi. Ég hins vegar, ég held að viðskiptaráð hefði sett margt gott fram í okkar samfélag. Það var líka til bara svo það sé sagt í 90 ár, þannig að ég hef svo sem takmörkuð áhrif í þetta rúma ár sem að ég Það var sérstaklega dólgalegt á þessum árum þegar það var að vera að tala að taka ensku upp sem annan tungumál og breyta Ísland í alþjóðlega fjármála, Singapúr, Norðursins, þetta var mjög stórkvæmdalegt. Já, það var það og Gunnar Smári, við vorum bæði mjög nálægt þessu, ég og þú á þessum tíma, þannig að við getum sagt margar sögur af því. Ég skrifa nú meðal annars það í bókina, maður upplýði margt skrítið á þessum tíma og ég ekki sammála öllu en ég ætla ekki að segja allt sem hafi verið gert sér heldur slæmt en það var einhvers konar andrúmsloft í samfélaginu sem að ótrúlegasta fólk var þáttakandur í en eina sem ég get sagt að ég fer inn í viðskiptaráði af því að það eigandi háskólanum í Reykjavík eftir að kenna í mörg ár og meiri sig að fara í doktorsnám til að spurja mig spurninga vegna þess að ég var orðin svo stein og gapandi hissa og allt sem að ég trúði á virtist ekki lengur vera það sem að keyrði áfram allt sem var að gerast. Ég lærði í Bandaríkjunum, var þar í rekstrahagfræði og við lærðum það sem kallað savings and loan krísan sem gerðist 1980 og eitthvað þegar að skuldsettar yfirtóku allt og það fór sem fór, mjög illa. Og eiginlega bara mikilvægt svona stoppkerfi í aðgengi almennings að eðlilegum lánum. Algjörlega, samfélagsbanka og ýmislegt annað sem var gott. Þannig að ég var með stór spurningamerki þetta, svo stóra, ég kallaði þetta stóru nú má ég ekki segja þetta dónalega orð en ég talaði stóru samkeppnin á kostnað hvers sem sem ég fannst oft vera ansi stór karlaleg og var að skoða þetta í doktorsnámi þegar að það var brotist inn hjá mér, ég misti allar tölfur og allt meðan fjölskyldan svafi á mig lítil börn og 3 dögum seinna hringdi mig og ég beðin að taka mér þetta hlutverk að koma í viðskiptaráð sem var eigandi háskólans í Reykjavík sem ég var að kenna. Við förum bara 20 dögum eftir ég tek við því starfi í gegnum mínikrísu. Það var svona litla krísan. Á Íslandi og það var bara mikil uppvakning og lærdómur fyrir mig. Ég til dæmis hafði ekki áttað mig á því fyrr en þá hvað við vorum komið mikið af flóknum fjármálagjörningum sem í rauninni enginn skildi og ég hafði ekki áttað mig á sem að ég heldur áttaði mig ekki alveg fyrir en þeir komið dönsku hagfræðingarnir frá Danske Bank og töluðum að það væri eitthvað rotið á Íslandi sem að mig minnir að hafi verið svona 2 mánuðum eftir að ég kem til, 20 dögum, innan við 20 dögum frá því ég kem til starfa og
þannig að það var bara gríðarlegu lærdómur og gríðarlega svona opnaði augum mín og ég held að stundum á Íslandi En það fóru ráðherrar og gott ekki forseti líka heiminn til þess að segja að svo verið bara alls ekki. Já. Hér væri allt í góðu. Já. Íslendingar væri eiginlega bara frábærir Já, og já. eiginlega miklu betri en allir aðrir. Já, það er við þurfum að passa okkur alltaf á þessu en hins vegar, og þetta er daldið, ekki að segja að þetta geti stundum verið styrkur okkar Íslendinga, hvað við erum snögg á fótunum, þetta reddast, en þetta getur líka bara verið, hjarðhegðunin getur orðið alveg rosalega í þessu samfélagi og þess vegna tel ég það svo mikilvægt að ekki bara kenna okkur hvernig við erum að vinna með innri áttavitan og hlusta á okkar innsæi og innri rödd, heldur líka bara að kenna okkur að fylgja rökum og þora að standa í hugrekki í þessari innri rödd, því það er ekkert alltaf auðvelt í hjarðhegðuna samfélaginu í Íslandi. Það þurfi ekki alltaf að gera eins og hinnir. Það þarf ekki að gera það. Ég allavega fagnaði því mjög að ég hafði hugrekki til að fylgja hvort það voru innri efasemdir eða bara innri þörf til þess að vinna öðruvísi. Og við Kristín sem stofnuðum Auði Kapital fundum báðar fyrir því. Hún var einn fárra kvenna í framkvæmdastjórn í banka á þeim tíma og við hittust í lok árs 2006, 9 mánuðum eftir að ég fer inn í mitt starf og ákveðum báðar að þetta einhvern veginn sé ekki að samræmast okkar sín á hvernig okkur langi til að vinna. Og stofnum Auði Kapital 1,5 ári fyrir hrun og förum tjónlausar í gegnum hrunið og eftir það og allar götur síðan hef ég eitt megnun af mínum tíma. Ég reyna að ræða kannski meira en bara hvað gerðist, heldur hvernig byggjum við upp þetta nýja. Hvað er þetta nýja sem getur tekið við að þessu sem er einhvern veginn í eðli sínu ekki að þjóna hagsmunum okkar, náttúrunnar eða næstu kynslóða? En við hérna heima, þú sagðir að eiginlega áðan að einhver leiti þá hrynur eitthvað. Samfélagsáttmálinn? Já, og viðbröð stjórnvalda var eiginlega bara endurreisa það sem áður var. Það var ekki, ég menna það ekki bara hér. Það er ekki engin stórkostlega endurskoðun sem átti sér stað, þrátt fyrir Kerfin eru þrautseg. Mjög. Og við manneskjurnar þurfum að vera þrautseigari í að láta rödd okkar og sjónamið hljóma. Þetta gerist ekki bara hér, þetta gerist út allan heim. Í Bandaríkjunum var mikil og sterk undiralda breytingar. Það eru sett ákveðin lög stjórnarhættu og ýmislegt annað í kjölfarið en síðan eru þau bara smá saman tekin aftur. Þannig að við höfum ekki lært nú mikið. Ég held hins vegar ef að við leifum okkur að verða gömul í smá stund Gunnar Smári og erum á elliheimilinu að eiga þetta samtal, þá munum við horfa tilbaka og segja, ég vil allavega trúa því, að þetta hafi verið upphafið af miklum umbreytingum en samfélagslegar umbreytingar taka bara svo langan tíma. Að ég til dæmis vel meina að þjóðfundurinn 2009 hafi haft meiri áhrif í samfélaginu heldur en ég áttaði mig á fyrsta árinu eftir þegar ég var frústriruð yfir því að stjórnvöld skildi ekki þakka gjöf þjóðarinnar með skýrari hætti og tilenga sér og sama með stjórnlagaþing og fleira. Það var eitthvað sem að ég var óþolinmóð að sjá hversu hægt gekk að hlusta á vilja þjóðarinnar. Svo horfi ég núna tilbaka, en þann dag í dag hitti ég fólk sem tók þátt í þjóðfundi og það hafði áhrif á það og það fór að gera aðra hluti og það eru við manneskjuna, við erum kerfið. Þannig að ég ætla að trúa á okkur og ég ætla að trúa að við séum að breytast en við erum kannski bara ekki að breytast á þeim hraða sem óþolinmótt fólk og ég tel mig sérstaklega hafa verið eina þeirra, ég er að reyna að læra þolinmæði með þroska á árunum en samt ekki þolinmæði fyrir óréttlæti en þolinmæði fyrir því að umbreytingar taka tíma. En núna eru þær byrjaðar að gerast á ógnar hraða og það var iðnbylting hérna fyrir ríflega 100 árum síðan og þá voru 100 stærstu fyrirtækin sem allir töluðu og það voru bara 3 af þeim sem lifðu af. Ég held að við séum á svona umbreytingum ef ekki meira núna. Þannig að ég held bara hvort sem þú ert fyrirtæki eða ert í stjórnmálum eða ætlar að gefa kost á þetta til forseta eða ert að reka hlaðvarp eða foreldrafélag eða skóla eða heimili eldri borgara. Ég held að skipti ekki máli hvar þú ert. Ef þú ert ekki að hugsa eins umbreytingarnar sem eiga sér stað, að þá er bara alveg ótrúlega margt að úreldast og á saman tíma ótrúlega margt nýtt að koma inn. Þannig að þetta er einhverju mestu umbrotatíma sem að við munum lifa í gegnum og ég ætla að trúa því að við lendum á löppunum þó að það séu mörg viðvörðunar úrslitin er ekki alveg fyrir, það er ekki hægt að segja það. Þau liggja ekki fyrir. Nei. En við erum í miðjunni, erum við ekki bara svolítið í auga stormsins núna. Allavega líður mér pínulítið þannig að með öll þessi stríð og hættu á mörgu í kringum það og þessa samfélagsbresti allan heim, þessa bresti í lýðræðiskerfinu, þessi átök þessi stóru langtímamál, þessi kynslóða átök í báðar áttir.
mér líður þannig stundum eitt sem að ég verði meira núna svona undanferði heldur en áður svona eiginlega fólk svona hálf gáttað yfir geturleysi stjórnvalda til þess að bregðast við augljósum vanda, ég ekki bara húsnæðismálin sem dæmi, þú veist, þú kannast við þetta, fólk bara að segja þetta, bara byggjast undan þessum eilífu glærusýningum, það sem svona hugmyndum að stjórnundur eru bara að tala eitthvað, en núna allt í einu eigum við að við getum ekki byggt upp almennt húsnæðiskerfi, við getum ekki, það var frétt í sjónvarpinu í gær að vegurinn til Vestfjarða væri eiginlega orðin að möl, þannig að þú kannast við þetta, fólk svolítið gáttað á því að eigum við ekki að hafa eitthvað afl í þessu samfélagi til þess að bara geta haft þetta eins og við viljum. Ég er á leiðinni vestur og aldrei fór ég suður, þannig að ég mun líklega komast að því og ég var að tala við frænda minn þaðan að því ég ætla að reyna að fara suðurleiðina og það valla opið á milli Patró og Ísafjarðar núna en ég var að fylgjast með því í gær og ég hringdi eitt frænda til þess að heyra hvernig aðstæður væri og spurði svo hvað brennur á fólki á Vestfjörðum og hann nefndi tvennt og það var orkuöryggi og samgöngur og kemur ekkert á óvart að þessi tvö mál komu upp. Ég held... Og búið að tala orkuöryggi á Vestfjörðum í allavega 25 ár og þetta bara, ég má gera lítur þessu, þetta bara ein snúra úr dreifikerfinu þangað til þess að fá orku. Þetta er ekki flókin mál. Akkurat, og ég held að mörg af þessu málum sem við erum að fást við ekki flókin. Eigum við ekki að segja að ég telji að við höfum farið í gegnum dálítið langan tíma núna með augun lokuð gagnvart þeirri innviða fjárfestingu sem að þurft að fara í. Og það sé að valda mikið af vandanum. Ég heyrði þetta þegar ég ræddi við eldri borgara í síðustu viku í Gullsmárunum að það eru til dæmis ekki til pláss núna ef eldri borgarar þurfa að fara eitthvað inn á heimil og mér skilst að það séu bara engin pláss til í 3 ár en samt spítalinn fullur af fólki sem bara komið þangað og það þýðir ekkert að loka augunum gagnvart þessu. Ég held að í innflytjenda umræðunni þá sjáum við sambærilegan vanda. Ég held í menntakerfinu sjáum við sambærilegan vanda og ég gæti haldið lengi áfram. Þannig að ég er ekki ég ætla ekki að draga úr því að ég haldi að það við séum betri í orðum en gjörðum. Ég er á því og forseti embætta er kannski meira að nýta orðin en hefur ekki valdið til að fara í gjörðirnar en ég hef þá trú að forseti hafi möguleika til að leiða fólk saman til þess að taka máls á og tengja fólk saman til þess að fara í að taka þessi verkefni eitt af fætur öðrum. Það allt til staðar á Íslandi til að leysa þessi verkefni, Gunnar Smári. Við erum ríkust í heimi af sjálfbæri orku, af sköpunarkrafti, og þá er ég ekki að reyna að vera með eitthvað oflæti. Ekkert best í heimi eins og... Nei, en við erum bara svo ríka af náttúruauðlindum og hlutum sem að engin annar hefur. Eða fáir aðrir hafa. Við erum alltaf nógu góð og eigum betra skilja kannski. Já. Herðu, við byrjuðum á því að tala um kosningarna fyrir 8 árum að þá varstu lengi vel í kringum 2% og svo tókstu þetta er svona kallað hockeystick, bara reis skyndilega upp í lokin. Já, ég fekk held ég svona trampolín mynda mér í Morgunblaðið. Já, hvað núna ertu komin aftur í kosningar. Já. En það er þú gengur ekkert að síðustu kosningum. Þú byrjar ekki í 26 eða 28%. Það byrja bara allir á sama stað. Það byrja bara allir Ég geng ekki að neinu vísu. Ég geng bara fram og gef kost á mér og býð fram mína krafta í æðruleysi og gef fólki kost á bara að kynnast mér. Ég ætla að fara til allra sem að vilja mig hitta og leyfa þeim að kynnast mér. Mér langar mikið að hlusta á fólk, ekki bara að segja þeim hvað ég sé og hvað ég er að hugsa en eiga samtal. Ég finn ríka þörf hjá fólki til að gera það og ég ætla bara að hafa trú á því að slík vegferð endi þar sem hún á að enda. Bara eins og ég gerði síðast þegar ég stóð frammi fyrir 1% deginum og allir vildi að ég hætti. Að það sé einhvers virði að gera það, að ljá máls á hlutum sem að ég sé og trúi á og trúi að standa okkur til boða til að styrkja þetta samfélag og heyra hvað aðrir eru að sjá og trúa á eða sjá að sé fyrir því að við getum verið það sterka samfélag sem að við höfum alla burði til að vera. Þannig að það er bara ferðalagið og það veit enginn hvað gerist. Ég er endalaust spurðaði hvað mér finnst fjöldaframbjóðanda eða aðra frambjóðandur og hvort á þessi hinn fari fram. Ég tók þessa ákvörðun algjörlega óháð öllu því. Ég er bara í frambóði og ég ætla bara að einbeita mér að því og ég fagna því að fleiri gefi kost á sér. Það er bara fallegt, það er lýðræðið.
Ég tel að það hefði mátt vera búið að endurskoða kaflanum forsetan í stjórnarskrá. Ég tel að stjórnvöld hefði mátt vera búin að laga í kosningalöggjöfin eða öðru að það væri samt kannski meiri líkur á því að við hefðum á endanum, eða við gætum staðið upp á endanum með forseta með breiðara fylgi frekar en þrengra. Að því að tel að það væri betra fyrir okkur, hvort að það er hærri þröskuldur inn eða önnur umferð eða röðun á kjörseðli. Sko. Já, svo er náttúrulega til þessi aðferð sem að Írarnir nota. Írska aðferðin kölluð. Ég veit ekki, sko, ég skal ekki segja hvað það hefði átt að vera, en það er óneitanlega árið 2016 lærði ég margt og ég deildi mínum skoðunum á brotalömum sem ég kynntist þá með þeim sem að vildu hlusta. En okkur hefur ekki lánast kannski að vinna úr því frekar en kannski öðrum málum sem þú bentir á áðan. En ég bara býð mig fram og ef ég hef séð 1% daginn og komist í gegnum hann, þá mun ég bara komast í gegnum það sem að þessi vegferð leiðir mig í gegnum og það er þjóðin sem velur. Ég mun aldrei sitja einstæðar eða standa einstæðar og biðja fólk að kjósa mig. Ég mun bara reyna að hlusta á fólk, reyna virkilega að sjá það og skilja það og gefa þeim kost á að virkilega sjá mig og skilja mig og eina sem ég byrð fólk að gera er bara að kynna sér vel og nýta sinn kostningarétt. Ég vona að þetta samtal hefði hjálpað fólki til þess að kynnast þér. Takk fyrir komin að Halla og takk fyrir að bjóða þér fram. Já, og takk fyrir að vera vettvangur samtals. Það er ekkit allt og mörg borð það sem við erum að eiga svona samtal í samfélaginu. Ég held að þau séu nauðsynleg, þannig að takk fyrir þína vinnu í því. Erum við kæra þakkir. Sömuleiðis. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Já, þetta var viðtal við Höllu sem var tekið stuttu eftir hún lýsti yfir framboði til forseta Íslands. Þegar fór að líða á kosningabaráttuna og fór að líða að kosningadegi, þá fékk ég frambjóðendur til þess að koma hingað og tala svona svona það sem þau höfðu helst lagt áherslu á í sínu framboði. Og það var ólík viðtöl. Viðtalið við Höllu snerist það sem að ég leyfði mér að kalla svona kröfu svona nýjan samfélagssáttmála að það þyrfti að endurskoða hver væri tilgangurinn með rekstri fyrirtækja. Á nýfrjálsíu tímanum að þá var því trúað að það væri best að reka fyrirtæki bara með eitt markmið í huga, arðsemi, þannig að þau getu fært eigendunum sem allra mest fé. Halla er á öðru máli, hún taldi að það yrði að hafa fleiri sjónarmið á borðinu, vellíðan starfsfólksins, ágengni fyrirtækja reksturs á náttúruna og álag þess á samfélagið og fleiri þætti og hún taldi líka þörf á að búa til sátt á milli kynslóða og annað slíkt. Og í þessu seinna viðtali að þá reynum við að fara svona yfir kjarnan í helsta erindi Höllu og ég held að það gefið ágæta hugmyndu það á hvað hún mun leggja áherslu á þegar hún tekur við embætti í 1. ágúst og kannski fyrstu misserinn þar og eftir. Við skulum hlusta á það viðtal leið og við óskum Höllu til hamingju með sigurinn í forsetakosningunum og þjóðinni með nýjan forseta. Gjörðu svo vel. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Það eru forsetakosningarnar, við höfum fjallað þær með ýmsum hætti hérna við rauða borðið.
svona undarfarið þá höfum við fengið frambjóðandringa til þess að koma og ræða það sem að við kannski metum þeirra svona helsta innleggin í umræðuna. Hérna eftir ræði ég við Höllu Hrund auðlindamál, í gær ræði ég við Jón Gnarr leiðindi og svo framvegis. Hugmyndin svo að auðvitað forsetakosningarnar atvinnuviðtal langt, en þetta líka fólk sem að koma og að ræða samfélagið okkar, og það sem okkur langar til þess að gera svona í þessari sirpu að taka það bara alvarlega og ræða við frambjóðendurna hvað sem að þeir telja vera mikilvægt. Halla Tómasdóttir hingað komin, og þegar maður svona horfa yfir það sem að þú ert að segja, þá svona þráður í því sem eiginlega, ég veit ekki hvort að ég að kalla það ósk eða svona einhvern andlega vakningu eða einhvern veginn, þannig að við horfum öðruvísi á samfélagið, á hlutverk okkar í samfélaginu, horfum öðruvísi á fyrirtækin, til hvers eru þau rekin og hverju mega þau að þjóna, og líklega sama með stofnanir ríkisins. Þetta er svakalega stórt orð, sko, andleg vakning. Já, það svakalega. Þetta svo mikið. Já, það stórt orð, en það ekki fjarri lagi, þó ég hefði kannski ekki notað það orð sjálf hingað til, en ég hef verið að tala það að ef að við, manneskjan, erum ekki á góðum stað, ef að andleg heilsa okkar ekki góð, þá verður samfélagslega heilsa náttúrulega ekki góð, og þá rosalega erfitt að takast á við þær umbreytingar sem að ég tel að núverandi bara staða í heiminum og staða í okkar samfélagi kalli á. Og þú ert að tala að við séum eins og við séum á alvarlega rangri leið, og það birtist líklega í vansæld og ennmennarleika sem að við þekkjum, en alveg yfir í stríðsátök í heiminum. Já, ég að tala bara þetta allt, og ef við byrjum að þess að taka stöðuna af hverju ég hugsi, og í raun af hverju ég tek þá ákvörðun að bjóða mig aftur fram, að ég að horfa á hluti eins og unga fólkið okkar að segja okkur, eða við erum bara að sjá að það tvöföldun á kvíða og þunglyndi, ríflega það í sjálfsskaða og sjálfsvígum á mjög skömmum tíma. Þannig að þetta eru alvarlegi hlutir. Við erum að tala það að meir en þriðjungur af eldra fólki að segja okkur að þau séu mjög einmana eða alvarlega einmana. Og ég heyri það bara þegar ég hitti bæði unga fólkið og eldra fólkið okkar, að eldra fólkinu finnst að vera afskipt, unga fólkið að missa trúna á framtíðina, og allt þarna á milli heyri ég allt það að fólk sé að brenna út eða finnur ekki tilgang með sinni vinnu eða sínu lífi, og við erum með stóra og vaxandi jaðarhópa og hópa sem að finnst það ekki tilheyra samfélaginu, allt frá innflytjendum eða nýjum Íslendingum eins og ég myndi kjósa að kalla þá, í fólk sem að fer út af brautinni vegna neyslu eða andlegra veikinda eða einhverju slíku, eða jafnvel að það lendir í fangelsi og finnur ekki leiðina tilbaka og svo framvegis. Ástæðan það eitthvað að samfélagsgerðin okkar, ef þetta væri persónulegt vandamál hvers og eins, sem þetta náttúrulega að hluta, að þá væri þú líklega bara að opna sálfræðistofu, en þú ert að fara í því, þannig að þú hlýtur að vera með þá hugmynd að það sé eitthvað í samfélagsgerðinni sem að veldur þessu. Akkurat, og ég held að það sé mjög erfitt að aftengja hvernig okkur líður sem einstaklingar, og hvernig okkur líður á vinnustöðum og hvernig okkur líður í samfélagi og hvernig okkur líður í heiminum. Ég held að við séum öll þáttakandur í öllum þessum kerfum. Okkar innra kerfi, okkar svona vinnustæðamenningu, okkar samfélagsmenningu og svo hvað að gerast í heiminum. Ef við förum bara inn á þetta, en ég vil byrja inn á við og fara þaðan upp í heimskerfin. Ég var ekki alltaf þarna, Gunnar Smári, ég var svolítið bara frá því að frekar ung, mér langaði að breyta heiminum. Og það tók mig langa vegferð að átta mig á ef þú ætlar að breyta heiminum, þá byrjar að vinna með innra heiminn þinn. Þú verður að vera í lagi og þá getur þú haft í ákvað áhrif á fólki kringu á þínu vinnustæði, þínu samfélagi og jafnvel í heiminum. En samt þetta segja það að vondur heimur eða menning í einhverjum milligötum, hún getur breytt okkur. Engin spurning. Já. Og hún að gera það og ég held að það sé af ýmsum toga og ég skrifaði bóki fyrra sem heitir Hugrekki til að hafa áhrif og það var nú ekkert tengt þessu framboði, en ég gerði það vegna þess að bæði hef ég bara persónulega farið í gegnum heilmikið ferðalag og þegar ég
Já, ég uppgötaði heilmikið árið sem að ég var 40 og aftur árið sem ég var 50. Ég vil meina að lífið sé svolítið til þess að hjálpa okkur að þroskast og vaksa. Og mér langaði til að gefa það af mér því að ég hefði gjarnan viljað að einhver hefði hjálpað mér með þetta fyrr í skólakerfinu eða á vinnustöðum eða annar staðar. Það var bréf til Höllu tvítugurar. Já, kannski, að einhverju leyti og allra þessa tvítugu aðila sem oft hafa samband við mig og biðja um ráð og en ég reyndi svolítið að fara inn á þetta allt þarna því að ég hef fundið fyrir því bara mjög langan tíma, Gunnar Smári, að við erum ekkert það er rosalega erfitt ef við búum í heimi þar sem að við höfum ekki trú á framtíðinni og ég heyri þetta bara frá að því að nú á ég ungt fólk og mín börn eru 20 og 22 ára og í mínum störfum hjá BT hefur við unnið mikið með næstu kynslóð, alltaf reynt að fá þau að borðinu og ég heyri bara trú þeirra á okkur sem að förum með völd og áhrif í samfélaginu og á kerfin sem að byggja upp okkar samfélag, hún hefur bara dvína hratt og ég held að við sjáum þetta í trausttölum sem eru lágar og búin að vera lágar í langan tíma. Og ekki síst á Íslandi. Ekki síst á Íslandi, trú okkar á stjórnvöld, trú okkar á fjölmiðla, trú okkar á viðskiptalífið ef við notum svona stóra. Þó svo þessi mikið traust á Íslandi á milli fólks. Já. Það er sko samfélagið, það verið svo, það sé ekki einskadað en svona trú okkar á formlega samfélag. Á stofnanir samfélagsins og það eru við reyndar að sjá í löndum allan heim. Og ég held að þetta sé afleiðing af mörgu en ég held að efnahagshrunið og það samfélagshrun sem verður í kringum það, ekki bara á Íslandi heldur allan heim, eigi sinn þátt. Ég held að heimsfaraldurinn hafi ýkt það en þarna á milli held ég að stæðsta vandamáli sé að okkur tekst einhvern veginn ekki að fara í umbreytingarnar sem ég tel orðið mjög mikilvægar, að þessi nýja hugmyndafræði sem þarf að koma inn í staðinn fyrir Milton Friedman hugmyndafræðina að eini tilgangur fyrirtækja sé að hagnast á kostnað hvers sem að eini tilgangur stjórnmála sé að rífast hvað sem að eini tilgangur okkar sem fólks sé að þéna launatekka en að við þurfum engan dýpri tilgang en það með líf okkar. Ég held bara á öllum sviðunum séum við að það skorti svona áherslu á tilgang sem að gefur okkur, það sem að ég held að segja okkur manneskjunni eðlilegt, tækifæri til að tengja betur við okkur sjálf, við annað fólk og við eitthvað, æðri tilgang. Það eru margir sem að getur sagt sem að svona samfélagssáttmáli eftir stríðsáruna hafi verið að við ættum að stefna auknum jöfnuði, lyfta upp fólki sem höfðu áður verið sko jaðarsett og eitthvað fleira, mikil mannréttinda barátta sem átti sér stað þá. Síðan fáum við nýfrjálshyggjuárin þar sem að sko samfélagssáttmálunum það að við kannski ekki að lyfta hinnum veiku heldur að aðstóða hinn ríku sem að munu færa okkur hinn allra bestu framtíð. Þetta hrundi náttúrulega 2008 og nú erum við á tímum sem stundum verið kallað bara svona eftir nýfrjálshyggjutíminn og ástæðan fyrir því að menn segja það vegna þess að það er ekki ljóst sko hvert við erum að fara. Nei, þú veist hver verður næsti samfélagssáttmáli en þú talar svolítið eins og við séum á leiðinni eitthvað eins og við vitum hvert við erum að fara. En kannski það bara þannig að það er ekkert samkomulag það hvert við förum. Ég held reyndar sko að við manneskjan vitum það aðeins betur heldur en kerfin. En manneskjan eru kerfin og þannig að það er mín upplifun til dæmis að meðan á heimsfaraldrinum stóð, þá hafi margt fólk vaknað upp í einhverjum skilningi til þess sem raunverulega skiptir máli. Heilsan, tengslin þín við aðra, tengslin þín við náttúruna, sáum til botns í gruggum, vötnum og heiminn, við sáum til himins í menguðum borgum, við áttuðum okkur á að það að vera heima hjá okkur og borða máltíð með okkar nánustu var bara stæðsti atburður dagsins og bara kannski það mikilvægasta sem við gerum. Ég held að við margt gerst hjá mörgum, en svo förum við aftur að einhverju leyti inn í kerfin sem eru barnsins tíma og það er einhver ástæða fyrir því að þá verður til einhver hreyfing víða var þetta kalla stóri vinnustæðaflóttin, margir sem segja upp störfum, mjög margir sem vilja ekki fara aftur inn í það að ferðast langan tíma til og frá vinnu, marga konur sem vil ekki fara aftur í hælaskó eða taka sér til. Svona endurmata á lífsgæðum. Virkilega mikil og það held ég reyndar að hafi verið byrjað áður því að unga fólki okkar, ég hef verið að skoða gögn frá
svona kynslóðagögn í langan tíma, bara frá því ég var kennari við Háskólann í Reykjavík og það að eiga sér stað ofboðslega mikil breyting á gildismati. Og unga fólkið okkar okkur foreldra betrungar held ég í gildismati. Þau eru líka blankari, þannig að þau verða að sætta sig við lægri Já, það erfiðara fyrir þau og þau hafa áhyggjur. Ég heyri það þegar ég hitti ungt fólk að það velti fyrir sér, bara ef við tökum bara svona nærtæk verkefni, hvernig á ég að koma þaki yfir höfuð á mér hérna á Íslandi með þessa vexti, með þessa verðbólgu, með þetta fasteigna verð. Og ef ég get það ekki, sem ég kannski alveg tilbúin til að sætta mig við það, því að nýtt fólk oft með önnur viðmið, af hverju þá ekki heilbriður leigumarkaður, þar sem að ég get tryggt mér og minni fjölskyldu, þak yfir höfuð þar sem ég get líka treyst á, ég geti fengið leikskólaplás og annað, og barnið mín geta farið í sama skóla, ég heyri þetta. En þau hafa líka bara áhyggjur, hvað er ráðafólk að gera núna í loftslags- og umhverfismálum, í því að byggja upp samfélag sem í meiri sátt, því að sundrungin fer illa í fólk á öllum aldri held ég reyndar. Þau eru að velta fyrir sér hlutum eins og verður passað upp á þetta land, mun ég að taka við saman landi og sama samfélagi og sömu tækifærum og foreldrar mínir hafa fengið. Þannig að þetta eru kannski fyrstu kynslóðurnar sem eru núna vaks og grasi sem eru ekki að horfa til þess að þeirra raunveruleiki verði jafngóður eða betri heldur foreldra þeirra, sem sannarlega var reynslan fyrir okkur að foreldrar mínir áttu bara kröfuharða æsku, sérstaklega pabbi sem var munaðlaus ungur og þurfti að berjast fyrir öllu sem að hann fekk og mamma líka og þau kendu mér að berjast fyrir mínu og ég hef reynt að kenna mínum börnum það en þau bara ein kynslóð, þeir eru rauninni komin ótrúlega langt frá því sem að var veruleikin fyrir mína foreldra en þau eru byrjuð að hafa áhyggjur af sínum möguleika. Þetta bara nýr veruleiki. En ef við tölum við kerfin og pólitíkina, ímyndum okkur að það séu svona samfélagssáttmálar þannig eftir stríðsárana og nýfrjálshyggjunnar og við nú erum við okkur svona ólausu tíma. Hver nýji sáttmálinn? Það verðist verið í pólitíkinni. Það sem að rís upp úr eftirhruns árunum er Trump, Boris Johnson, Meloni, Svíþjóðardemókratar. Já, þarna ertu komin... Þetta ekki anda þess að við höfum átt okkur á því og ætlum núna að vinna og starfa saman í meiri sátt og samlyndi og horfa á það sem raunverulega skiptir máli. Þetta eru fólk sem ætlar að verja okkur fyrir einhverju ímyndari ógn. Já, þetta er fólk sem spilar inn á ótta. Og ekki að við erum ekki að fara að búa til framtíð saman. Nei, ég sammála því og þannig eru ég veit ekki hvort að ég fer of djúpt í andlegu hliðin ef ég útskýri fyrir þig hvernig ég horfa á þetta en ég ætla að gera heiðarlega tilraun. Í mínu lífi og bara í þeim verkefnum sem ég hef verið í sem frumkvöðull annað, þá hefur alltaf verið mjög svona djúp hóla áður en framfærir eiga sér stað. Það mín upplifun að samfélagið sé ég þessari djúpu hólu núna. Og ég bara meina það, ég get nefnt sem dæmi bara úr þessu framboði til að gera þetta raunverulegt að daginn sem að fyrstu kappræðirnar átt að eiga sér stað 3. maí að þá vaknaði ég rallus og hélt bara að ég þyrfti að henda inn hangklæðinu og ég var bara í mjög djúpri hólu klukkutíma áður en ég átt að mæta upp á RÚV. Og síðan fór ég inn í kappræður sem að voru svona fyrsta tækifæri mitt til þess að eiga samtal við þjóðina og skiptu mig þar að leiðandi öllu máli og það gengur... Almannarómur segir að þú hefði staðið best. Já, ég fekk allavega góð viðbröð og náði að fá röddina tilbaka með góðra kvennahjálp en ég var í djúpri hólu og veltiði fyrir mér fuglustu alvöru hvort ég ætti að henda inn hangklæðinu. Ég hef verið á svipuðum stað þegar ég var stofnaði eigið fyrirtæki árið 2007 á svona hápunkti látana og enginn hafði trú á því sem við vorum að gera og ég sjálf átti alveg mínar hólur þegar það virtist vera að einhverjar hugmyndir sem ég trúði ekki á væri að fá brautagengi frekar en þær hugmyndir sem ég trúði á. Þannig að ég held að við séum í þessari hólu núna og það sé að því að við erum óttaslegin og að því að við erum andlega ekki á góðum stað að þá eru aðilar sem eru mjög góðir í að nýta sér það. Og að því að stjórnmálakerfið einhvern veginn byggt upp að það horfi til mjög skamstíma og reyndar allt í kringum kapitaliska kerfið þannig líka, áherslan á skamtíman, að þá eigi svona flóknari hugmyndir og flóknara samtal langtíma sýnina og nýju kerfin sem taka við þessum sem eru með Vannana þá bara kemst ekki lengra vegna þess að við þurfum að fara að skipta yfir í næsta dagskrálið. Það eiginlega tilbúið sem í samtali í samfélaginu. Að þú nærið ekki að koma fram með eitthvað sem nýtt og öðruvísi. Þess að bara við höfum ekki tíma. Við þurfum að fara í auglýsingar eða halla nú komið nóg Þetta er bara orðið stórkostlegt vandamál. Þetta er orðið stórkostlegt vandamál og ég held við þurfum miklu meiri dýpt núna í þetta samtal og aðra aðferðafræði. Ég held að þessi tiltölulega lítil eftirspurn eftir þó að þessir leiðtogar hafi komist til valda til skamstíma, þá held ég að það sé
tiltölulega sko lítil þörf í kerfinu fyrir leiðtoga sem segja ég með svarið, við förum bara aftur tilbaka eða ég með svarið við útilokum alla útlendinga eða ég með svarið við ölum á einhverju sem að ég myndi kalla ótta en ótti svona að þú getur móbilisera fólk til skamms tíma á óttanum. En það sem að ég að tala fyrir að það sé önnur leið og hún gangi út af það að við getum leitt fólk saman til þessara dýpra og flóknara samtals og samstarfs þetta nýja, að við fáum að byggja það saman en það komi ekki einhver forseti hér eða annar staðar eða stjórnmálafólk eða forystufólk í atvinnulífi eða listamenn eða aktivistar og segja þetta allt ónýtt. Ég með hugmyndina fylgiði mér. Ég held bara að það sé ekki hægt af því að traustið í samfélaginu svo lágt. Þannig ég held að við þurfum nýja aðferðafræði og ég held að nýja aðferðafræðin sé að leiða fólk saman sem hefur miklar meiningar en ólíkar og búa til fallegt ferli í kringum það og leyfa okkur tvennt annars vegar að dreyma þetta nýja og ég held að sé mikilvægt að dreyma og leyfa sér að segja hvernig geti þetta litið út og finna svo og vinna saman að leiðanum þar sem að við finnum sameiningarfletina. Ég held að málamiðlun sé fallegt orð og ég held að þurfa að leita sátta í mörgum flóknum málum sem að við erum að taka Þú þekkir með þetta vel að við Íslendingar fórum þessa leið við að mynda nýja stjórnarskrá. Já, við gerum það og undan því þjóðfundin sem ég kom á 2009. Og síðan mótuð ný stjórnarskrá sem að bæði var þjóðin samþykkti að yrði grunnur að nýrri stjórnarskrá í þjóðaratkvæðagreiðslu. Allar kannanir hafa sýnt það að nýtur mikils meirihlutastuðnings í þjóðarinnar en þessu var bara hent. Já, þessu var leitt að sofna, þessu fallega ferli og ég held að það hefði verið til þess fallið að byggja upp traust, það ferli. Því að það var fallegt ferli. Það náttúrulega byggir ekki upp traust að fara gegn niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu. Nei, þú gerir það ekki. Og það er kannski ein af ástæðunum fyrir því að okkur hefur ekki tekist betur upp að byggja traust. Að við leyfðum því ferli ekki að hafa framgang og þó að framgangurinn hefði ekki verið ný stjórnarskrá eins og hún lá fyrir en þó að það hefði verið, ég hef sagt það hvar sem að fólk vil heyra þetta auðvitað pínulítið viðkvæmt vegna þess að í einhverjum tilfelli forsetaframbjóðandi þá að tala kafla sem fallanum sjálfan sig mögulega en kaflinum forseta, ég held við sjáum svo mörg merki þess að þó ekki hefði verið annað en sákafli til dæmis hefði fengið framgang en auðvitað voru mörg önnur atriði þarna og við erum ennþá að talandi um kerfi sem eru úreld að við erum með stjórnarskrá sem tekin frá Dönum, konungsríki árið 1944 þegar við erum miklu færri og það eru svo mörg merki í stjórnarskránum að það hafi kannski ekki fengið meðferð þjóðarinnar sem hér býr og sannarlega ekki þjóðarinnar sem hér býr í dag. Nú ég ekkit endilega talsmanneskja þess að stjórnarskrá ég auðveldlega að breyta eða stöðugt verið að breyta en ég hef ekki séð bara á sögunni að þessi þjóð sem hér býr hafi nokkuð tíman í rauninni fengið tækifæri að taka þátt í að móta sína stjórnarskrá og ég tel að fólkið eigi að móta sína stjórnarskrá. Og svo í sjálfum sér ekkert að því þótt að stjórnlaga þing komið saman á 15 ára fresti og endurskoða stjórnarskrána. Akkurat ekkert að því og ég held að það gæti verið ákaflega mikilvægur þáttur í að byggja upp traust í samfélaginu að þetta ferli fái framgang. En ég held að það sé annar hlutur líka. Ég hef stundum vísað í það að sá maður sem að réði mig til starfa sem forstjóra B-tím fyrir 6 árum að hann tók við einu stærsta neytendavörufyrirtæki heims 2009, í janúar 2009, bara akkurat í miðjun á þessari alþjóðlegu fjármálakrísu þegar kerfinu var að hrynja ofan á okkur. Og hann hafði, og þetta fyrirtæki skráð á markað, hann heitir Paul Polman og var þá forstjóri Unilever, heitir fyrirtækið og það var það bil 120 ára gamalt fyrirtæki minni með hollenskt fyrirtæki sem hafði verið byggt uppalega mikill í hugsjón, en síðan skráð á markað. Og þegar hann tekur við fyrirtækinu þá ákveður hann að stíga fram og segja við sína fjárfesta að ef að þau hafi áhuga á ársfjórðungslegum uppgjörum og allir í áherslu á fjárhagslegum arð til hluthafa á ársfjórðungslegum basis, þá sé bara eins gott fyrir þau að selja hlutabréfin sín núna því í rauninni hafa hann enga áhuga að vinna með þeim. Hann ætla að tala við sína hluthafa einu svona ári og hann ætla að gera áætlun sem gengur út á að fyrirtæki verði til í önnur 100 ár. Og degi ekki í þessari miklu samfélagsumbyltingu sem eiga sér stað. Og það svolítið merkilegt að ég átti vonaði þá, kallaði mig Bjarsína, að fleiri fóstjórar fylgdu í fótsporans, þeir hafa verið á fáir, en hann hafði alveg rétt fyrir sér. Hann var ekki látið fara.
Já, hann var forstjóri í 10 ár og hann breytti fyrirtækinu, hann gerði það vinsalasta vinnustanum vegna þess að það eru svo margir sem vilja vinna hjá fyrirtæki sem að reyna að taka, fara í þessa jákvæðu umbyltingu. Hann skilaði fjárfestum mjög viðunandi arðsemi en hann hafði kannski mest áhrif á hluti eins og að útrýma þrælahaldi í birgðakeðjunni sinni, í að virkilega einbeita sér að bara mannréttindum og jöfnuði og hlutum eins og að lyfta gólfinu í launum og mörgu sem að forstjórar hafa kannski ekkert verið að fara fyrir og var mjög virkur sem stjórnarformaður B-Team, forstjóri ICA tók síðan við á honum og að feta mjög svipað og ábyrga leið, þannig að það eru þarna fyrirtæki sem að reyna að sýna gott fordæmi. Þau eru fá? Þau eru fá, allt og fá og það þarf að breyta, það ekki nóg að biðja fyrirtækjum að gera þetta fyrir, af eigin hugrekki þó að ég sé að reyna að gera það vegna þess að stjórnvöld, af því að það er kannski punkturinn sem ég vildi koma á framfæri, hvar eru stjórnvöld sem að horfa til langs tíma og taka jafnvel 50 ára sýn það hvernig samfélagið á að breytast. Ég sé ekki mikið af þessu. Ég sé ekki mikið það að við séum að koma saman þvert á þá þessa hugrökku fórstjóra, þessi hugrökku stjórnvöld, hugrökka aðila og fulltrúa næstu kynslóðar og aktivista og artista. En þetta þó það sem við höfum verið að reyna að gera í B-Team og við höfum verið að nota ferli sem við köllum appreciative inquiry, sem í rauninni vel rannsökuð akademisk aðferð sem gengur út á það að við tölum ekki bara saman og dreymum betri framtíð, heldur byrjum við að hanna nýjar aðferðir og lausnir við að búa til þennan nýja heim saman, þvert með fulltrúum allra í kerfinu. Og þetta held ég að sé aðferðafræði sem að við þurfum að tilengja okkur í vaxandi mæli í heimi þar sem enginn treystir hvor öðrum. En var þetta að taka dæmi að þjóðfundunum sem svona framkvæmt? Var í rauninni svona aðferðafræði. Já, sem var svona aðferðafræði og hérna kemur fólk saman og það má alveg heyra samhljóminn og það svona viljað þess að gera. En hins vegar ná þær breytingar ekki fram vegna þess að það rekast í eitthvað annað. Og þú ert að tala að þróa eitthvað svona tæki og tól sem að maður nota í fyrirtækjarekstri og kannski stofnunum ríkisvaldsins, en það þarf viljinn til þess að nota þau, þarf að vera til staðar. Og það ekki, heimurinn ekki þannig að við setjumst niður og komumst að bestu hugmyndinni og sem sammála hana, að þá verði hún, því það eru einhver öfl í samfélaginu sem að koma í veg fyrir það, sem að verja sín völd, sín áhrif, sín auð, sem að hafa bara sára litla áhuga á að breyta samfélaginu. Við þurfum réttlátari reglur. Það alveg ljóst. Og finnst þið það ekki nóg að vera að tala á vettvangi B-Team og svona, að það verður ríkisvaldið verður að koma og það verður að nota afl ríkisvaldsins til þess að breyta. Já, og það tvennt sem langar að segja varandi þjóðfundin til dæmis 2009 og líka þau sem fóru í gegnum þjóðfundin og stjórnlega ferli sem var í kjölfari. Ég held í rauninni hafi samt meira breyst en við áttum okkur á. Ég held bara að breyta samfélagum tekur miklu lengri tíma heldur en við kannski, og ég tala bara fyrir sjálfa mig, hef þolinmæði fyrir. Ég held að það sé mikilvægt að minna okkur á að því það verður eitthvað breyting hjá okkur sem tökum þátt í þessu, innra með okkur og fólkið eru kerfin en við þurfum fólk sem að kemur utan kerfisins til þess að fá umbreytingarleiðtoga. Því að fólk sem að hefur alltaf verið hluti af kerfinu kannski ekki að fara að finna eins mikið hugrekki til þess að horfa á kerfið, stíga út fyrir það og vilja taka þátt í umbreyta því. Og við þurfum, þannig að ég held að það sé mikilvægt og ég vil bara segja þetta. En ég að sjá ótrúlega mörg merki þess að það séu breytingar sem hafa átt sér stað hjá fólkinu í kerfinu og þó að breytingarna sé ekki að gerast eins rætt og ég vildi og ég verð fyrsta manneskjan til að segja það, þá hef ég farið núna allt land og átt samtal við fólk og sess bara svona í kringum borðin eða í sófanum og átt samtal og ég finn þetta hungur hjá þjóðinni að fá að taka þátt í samtali. Nú hefur ég komið inn til þín í tvígang og í þriðja skipti í upptöku einmitt stjórnlagaráð og þá hefur fólk setið frammi hjá þér í svona ring og að tala saman. Og þetta gerist á heimilum eldri borgara allt land, þetta að gerast hjá ungu fólki, við erum með kosningamiðstöð unga fólksins, þau að ræða þetta, þau að ræða af hverju þau vilja forseta sem langar að gefa þeim sæti við borðið. Þannig að ég held að fólk sé tilbúið í þetta samtal, Gunnar Smári, en ég get ekki lofað því að þetta sé alltaf auðvelt og að við séum 100% sammála. En ég að upplifa að við séum meira sammála heldur en umræðan á samfélagsmiðlum gefur til kynna. Og ég að finna meiri samhljóm og
mér langar svolítið að reyna að vinna með það. Að staðin fyrir að vinna með sko háværustu upprópanirnar, að vinna með þennan samhljóm og þessa mennsku og þessa friðsætli nálgun á að móta samfélagið heldur en mér finnst kannski vettvangur stjórnmál að gefa okkur og það held ég að geti gerst ef að við finnum hugrekkið og fáum heimili fyrir þessi gildi og þetta sem sameinar okkur og það sé ég Bessastaði sem bara rétta heimilið fyrir. Ég held við þurfum ekki forseta sem heldur að hann eða hún hafi öll svörin en ég held við þurfum og bara sé bráðnauðsynlegt að við fáum núna forseta sem langar að hjálpa þjóðinni að finna svörin. Sem að telur sig hafa tækin sem að getur hjálpað okkur að komast að finna svarið. Og hugrekkið til að fara í þá vegferð. Já, og þetta þykir óhóflega bjartsýnt. Já. En að vonleysi vísasta leiðin til þess að þetta gerist ekki. Já. Og bjartsýni og jákvæðni og hugrekki vísasta leiðin til að þetta gæti gerst. En við erum í hólu. Já, ég held við séum í svona hólunum. Og þú ert að leggja til að leiðin út úr hólinu svona annars konar samtal á breiðari grundvelli að fólk komi og við kannski snúum að okkur svona það sem við erum sammála, sömuleyti bara svipa og við erum að reyna að gera hérna við rauðaborðið, að við erum mest svona að tala um þessi 85% sem við getum náð saman, en svo náttúrulega tökum við stundu svona hannaslag 15% sem við erum ósammála, svona inn á milli, en mest erum við bara að reyna að tala reyna að átta okkur á því hvar við getum náð svona saman og það svona þín tillaga populistandi koma og segja, herru ég með lausnina út úr þessar hólu að það að fara 1950 ekki að fara þangað eða búa til bara eitthvað það er örugglega auðveldari leið í frambúð að fara þá leið en ég get ekki hugsað mér þá leið ég hef enga trú á henni. Já. Ég held að sé ekki að fara tilbaka. Þú ætlar ekki að bjóða upp á lausnina, þú ætlar bara að bjóða upp á leiðina sem við getum fyrir. Já og ég með langar að sko að því við byrjuðum andlegu svona uppliftinguna eða hvað við eigum að kalla það, mér langar að segja sko ferli sem slíkt hefur jákvæð áhrif því að þáttaka í einhverju sko tilgangsríku ferli, það bara andleg hjálp í því, það hef ég bara margoft séð í mínum stöðum. Þessum ættum við kannski ekki að heimta að við verum með svörin í upphafi því að ef við leggjum leiðina að þá kannski áttum við okkur á því við endan að svörin eru önnur heldur við gátum séð fyrir. Akkurat. Þess vegna er leiðin svona mikilvægt. Það ótrúlega mikilvægt, ferlið og leiðin og hvernig haldið utan það. En ég held að samhliða þessu sé mjög mikilvægt og ég hef mikinn áhuga á því að fara í ákveði átak, samfélagslegt átak til að bæta andlega og samfélagslega heilsu. Og þar hef ég bara verið að hugsa mikið hvað allir þessi skjár sem eru svo stór hluta lífin okkar, 9 klukkutímar á dag hjá unga fólkinu, þar af 5 á samfélagsmiðlum, 240 tilkynningar, við erum einhvern veginn að missa tengslin við okkur sjálf og hvort annað og náttúruna og þetta allt lífsnauðsynlegt. Mér langar til þess að tala hluti eins og eigum við að prófa af alvöru að vera með símalausa skóla þannig að við getum hjálpa börnunum okkar að fá svona eðlilegri þroska og taka þátt í svona heilbrigðari umræðu án allra þessara áhrifa því að þau eru sjálf að segja okkur að þeim líður illa en get ekki hætt vegna þess að allir eru á samfélagsmiðlum. Ég veit ekki heldur hver öll svörin í þessu en væri ekki gaman ef við gætum leitt saman alla þá sem er að velta fyrir sér þessari miklu vanlíðan sem við virðum skynja og gætum samhliða að fara í ákveð átak í samfélaginu þannig að andleg heilsa okkar nái að vaksa á sama tíma og við tökum samfélagslega samtalið hvert við erum að fara, finnum meiri tilgang með okkar lífi, í okkar samfélagi, vonandi á okkar vinnustöðum, að við innleiðum meiri mennsku á vinnustöðum, það er eitthvað sem við hefum mikið verið að gera í B-tím. Ég einhvern veginn held að þetta sé flóknara verkefni heldur en að það sé eitt einfalt ferli eða eitt einfalt svar, en ég er algjörlega sannfærð trú mína á að þegar gott fólk kemur saman í góðu ferli og grunni góðra gilda, þá gerist ekki neitt verra, við förum bara í réttari átt. Margir frambjóðandana eru með einhver svona greiningu á samfélaginu eins og við séum ekki á svona óskastað. Ég held að við séum sammála það, við sem erum í frambjóð. Já, ég veit ekki hvort að við erum alveg öll, sko, ég þori ekki að segja það. Ég meina við þekkjum frá Jóni Gnarr leiðindin, þess að tala eins og við séum bara með vitlausan fókus, við höfum að horfa meira á svona skapandi lausnir sem svona við getum búið eitthvað til. Ég held að við Jón séum sammála það. Já. Í staðin fyrir að vera í einhverju svona vörn, kannski þetta svar við því, þú þekki kannski Adam Curtis sem
heimildamyndagerðarmaður frá BBC, hann sagði að sko fram til 1980 hefðu stjórnmálin verið að selja okkur framtíð og þessar hugmyndum að við myndum að geta búið til nýtt samfélag saman. Síðan þá hefa stjórnmálin verið að selja okkur óttan, að þau sem myndu verja okkur fyrir okkur ógnað utan og þess vegna séu við orðin næstu ófærum að tala það sko hvað svona framtíð við að fara í. Hún hefur bara ekki verið á dagskrá. Hugmyndin hefur líka verið svo að framtíðin kæmi bara með tæknibreytingum eða bara markanum, þannig að við þyrftum ekki í sameiningu að vera að búa til framtíð. En mann finnst það, já mörgum svona eitthvað svona hugmyndum að við séum kannski ekki á allra besta stað. En lausninnar eru kannski ólíkar. Lausninnar og leiðirnar eru ekki endilega þessu. En mér langar að spyrja áríðanleikan. Af því að þú ert að tala að við verðum að gera þetta og populistanir benda á eitthvað annað. Ef að við sittum í þessari hólu áfram, hvað gerist? Ef við finnum ekki leiðin út. Ef við finnum ekki leiðin út. Ég er að spyrja svona áríðanleikan og alvarleikan í stöðinni. Já. Hversu áríðandi framboðið? Ertu að segja það? Ég væri væntanlega ekki aftur 8 árum síðar en mér finnst það ekki vera orðið mjög brýnt. Og þér finnst þetta að vera svona, ef við gerum ekki eitthvað, þá munum við horfa á aukið stríð í heiminum, við munum horfa á meiri upplöstin í samfélaginu og við förum kannski á þann punkt að við eigum ekki tækin lengur til þess að... Ég held að við séum bara... þetta er nefnilega erfitt fyrir mig að tala þetta og ég ætla bara, það er svo þung tilfinning í hjarta mér hvar við erum. Og þá er ég ekki bara að tala í okkar samfélagi heldur bara í heiminum, þar sem að sífellt fleiri velja stríð, þar sem við sáum sífellt fleiri leiðtoga, það sem ég kalla af gamla skólanum, úreldu leiðtoga, þeir eru að nota úreldu leiðtoga bókina þar sem að sívaxandi átök eru, við tölum Rússland, Úkraínu og Miðausturlönd hér mikið heima, það eru 17 stríð í Afríku, mér finnst þetta gleymast, átökin er að vaksa í Suður Ameríku víða og þar sem ójöfnuðurinn er ósjálfbær og ójöfnuður innan landa og innan heimsins er ósjálfbær og samfélagssáttmálinn er allstaðar einhvern veginn komin að þrótum og trausti lágt. Ég held og ég trúi því, ég væri ekki hérna aftur í framboði ef ég tryði þessu ekki, að þrátt fyrir þessa erfiðu stöðu, ég er verulega jartengt erfiðleikana sem við stöndum frammi fyrir. En ég vísa stundum í greiningu sem einn helsti áhættugreinir heimsgerði Ian Bremmer, hann gefur út helstu áhættur heims í janúar á hverju ári, búin að gera það í 20 ára. Helsta áhættan í janúar á þessu ári var að Amerika er í stríði við sjálfan sig. Mér finnst þetta að segja svo margt. Það var allt hitt stríðin og kjarnorkuvopn og ójöfnuð og allt þetta. En Amerika í stríði við sjálfan sig var númer 1. Við erum búin að sjá merki hér að við gætum farið í þá vegferð og erum jafnvel að stíga ykkur skref í þá átt. Við höfum tækifæri sem lítil þjóð að stíga ákveðin skref í átt að samfélagslegum sáttmála sem getur verið öðrum til fyrirmyndar. Það ferli byrjaði að mínum að þetta 2009. Við erum búin að planta sæðum sem að við gætum vökvað og gætum fengið að vaksa. Og ég hef þá trú að þetta litla samfélag geti fundið alveg einstakann tilgang í heimi sem er í tilgangsleysi og jafnvel vonleysi. Geti fengið að vera fyrirmynd í hlutum sem við þegar erum fyrirmynd í, sjálfbæra orkunýting, jafnrétti, sérstaklega kynjajafnrétti, ég myndi vilja stækka þá fyrirmynd og friði, þar sem við höfum trúverðuleika. Og í lýðræðislegu þáttökusamtali þróun samfélag sem gengur upp á svona tímum. Þannig að ég er svolítið þeirra skoðunar að þetta pínulitla land geti orðið fyrirmynd í hvernig við gerum þetta og það geti verið stóra framlag Íslands í heimi sem er týndur, að við getum sýnt hvað er mögulegt í þessu litla en sterka og skapandi samfélagi. Og einmitt, eins og Jón Gnarr sagði, nýtt sköpunargáfu okkar til þess að sýna nýjar leiðir í heimi þar sem að gömlu leiðirnar augljóslega eru ekki að virka því þær hafa gengið svo langt að við erum bara mjög nærið að ganga fram að mörkum jarðar, það sé bara lífvænlegt á þessari jörð. Við erum mjög nærið að ganga fram að mörkum samfélagsáttmálan að það sé bara lífvænlegt í okkar samfélagi og við erum mjög nærið að ganga nærri bara okkar persónulegu heilsu þegar að svona stórhluta ungu fólki og stórhluta eldra fólki er að senda okkur þessi skýru skilaboð vanlíðan. Þannig að ég gæti komið margar aðrar ástæður en núna er tíminn. Og ef við veljum hann ekki núna, að þá óttast ég auðvitað að bara börnin mín og vonandi fæ ég barnabörn, því að í vaxandi mæli heyri ungt fólk velta fyrir sig hvort það vilja eignast börnin í þennan heim, að ég veit bara ekki hvort að þau velji að vera hér,
ég veit ekki hvort þau velja eignast börn, ég veit ekki hvort þau velja að hafa trú á framtíðina og þó að þau séu bæði að njóta góðrar geðheilsu í dag og dóttir mín sé að velja sér starf í að vinna að geðheilsu ungs fólks því að hún hefur það miklar áhyggjur af þessu. Ég veit bara ekki hvort að þau lendi líka í tilgangsleysi og vonleysi og út af brautinni og þannig að þetta stendur mér nærri persónulega, þetta stendur mér nærri sem Íslendingi og þetta stendur mér nærri sem manneskju sem að býja í heimi sem að getur valið aðra leið en stríðandi fylkingar sem velja hatur, ljótleika, ofbeldi yfir frið, gleði, hugrekki til að búa til betri heim. Þú nefndir svona plattform sem Íslendingar getur haft meðal annars frið, en er ekki verið að grafa undan honum? Nú erum við farin að senda vopn á vígvöllin. Við erum mjög herská í öllu tali, hvað sem á við Úkraínu eða Gaza. Erum við ekki bara að grafa undan þessum plattformi þar sem að við höfum einhverja sérstakar stöðu sem vopnlaus þjóð sem aldrei hefur farið með ófriði gagnvart öðrum þjóðum höfðum? Ég hef talað mjög skýrt þetta og mér er nefnilega mjög þungt fyrir hjarta yfir þessum vopnakaupum og ég finn það að hvert sem ég fer þá á það við Íslendinga. Ég held bara ég hef ekki hitt eina manneskju sem hefur verið sammálaði að þetta hefur verið góð hugmynd. Einstaka manneskja hefur reynt að útskýra þetta væntanlega hluti af samningum okkar við Atlantshafsbandalagið eða NATO. Þá hef ég velt því upp hvort ekki sé hægt að semja öðruvísi í varnarbandalagið því að þarna finnst mér hafa verið farið yfir einhverja línu frá Ég held að ekki bara fyrir að við höfum alveg getað gert það sko. Við höfum á engan hátt bundið því að semja. Það er alltaf hægt að semja og ég hef lagt það til að í þessu tilviki hefði kannski mátt til dæmis leiða fyrirtæki sem að gera hér sérstakar hluti á borðinu eins og Keresis með sáraumbúður og þorskróði eða Össur með stóðtæki sem vantar eða bara mannúð og mennsku og hjúkrunarfólk og ég held að það sé ýmislegt annað sem hefði mátt ræða heldur en að leggja til fé til vopnakaupa. Og ég hef líka sagt, Gunnar Smári, og mér finnst ekki erfitt að segja þetta en í einkageiranum gæti forstjóri í fyrirtæki ekki sagt að innkaupastjórinn hafi tekið þessa ákvörðun og forstjórinn ber ekki ábyrgð. Ég ætla ekki að taka dýpri árin en svo, en það er mjög alvarlegt að svona ákvörðun sé tekin án einhvern veginn aðkomu án umfjöllunar og svona stórt skref. Að því að þarna virðist vera bara gengið þvert á grunngildi þjóðarinnar sem að vill vera friðsæl þjóð og leggja áherslu á frið. Og við erum með trúverðuleika í því. Ég hef talað áður við þig og aðra 11. október 1986, þá ég skiptinni í Bandaríkjunum og þjóðhöfðingjar stórveldana, Reagan og Gorbachev hittast hér til að hefja samtalið endalok kalda stríðsins. Við komumst á korti þann dag í heiminum sem vissi ekkert okkur fyrir jafnrétti því að Vigdís var forseti og gekk þarna á milli þjóðarleiðtogana og hér var upphaflega samtalið frið. Þannig að ég hef viljað og vil tala fyrir og myndi tala fyrir verði ég forseti því að friður sé alltaf valið. Að við þurfum þá að vera friðsæl þjóð, okkur þarf að líða vel, við getum ekki verið ljót við hvort annað á þann máta sem ég upplefa að verum í dag í okkar orðvali og okkar samtali. Ef við ætlum að velja frið, þá verður það að byrja innra með okkur. En ég myndi vilja tala fyrir því. Þú byggir þetta á bara samtölum þínum við fólk sem þú lítur á þess að bara almennur vilji í Íslendinga? Bara 100%. Og ég treysti mig bara til þess þegar maður búin að hitta Þetta er kannski dæmi það að kerfin okkar geta verið að fara einhverja allt aðra leið heldur en að eru bara gangur takt við gildi þjóðarinnar og það er ótrúlega mikið í þessu forsetaframboði spurt út í stjórnarskrána sem er vissulega mikilvæg og stjórnskipan landsins og hvort að við myndum nýta 27. greinina og hvort við myndum skipa ráðherra eða skrifa lög eða allar þessar svona kannski heimildir í forsetakaflanum sem að fólk hefur ekki fundist vera skýrar og ég held að sé alveg ljóst að ekki alveg skýrar. En það er ekki eins mikið talað samfélagsáttmálan og ég tel að heimili samfélagsáttmálans eigi að vera á Bessastöðum. Það eigi gildin að vera, það eigi að ræða langtíma sín landsins langt umfram þessi 4 ár sem að stjórnmálin ræða, bara til 50 ára, hvernig ætlum við að fara með auðlindir þessa land, þróa fjarðaþjónustu, tryggja að þeir sem að flytja hingað eru nýjir Íslendingar geti lært tungumálið okkar, aðlagast menningun okkar og við getum búið hér í sátt og samlyndi, verið áfram skapandi þjóð, verið áfram fyrirmynd, stóru málin. Og ég held að það sé ef það heimili sem hafi vantað og ef að þjóðfundurinn hefði haft það heimili,
2009 og það ferli fengi manneski sem vildi tala fyrir gildum og samfélagsáttmálanum öllum stundum, minn okkur á þau, minn okkur á upprunun okkar, sögun okkar, tungun okkar, allt þetta sem skiptir okkur máli, en hjálpaði okkur samt að þróa samfélagið okkar til framtíðar, að þá held ég að við værum komin miklu lengra í að byggja upp traust og vera það fyrirmynda samfélag sem ég hef trú á að við getum orðið. Þú gagnrýnir kapitalismann. Gagnrýnir þann fókus sem hefur verið í fyrirtækjarekstri undanfarna áratugi. Þú bendir á að óbreyttu mun þessi sjónarmið skaða samfélagið, skaða náttúruna, umhverfið, þannig verðum að gera eitthvað. Já, ég geri það. En þú ert málsvari kapitalismans í leiðinni? Já, ég er málsvari uppfærslu á kapitalismanum. Hversu róttækt er þessi umbreyting sem þarf að eiga sér stað? Umbætur á kapitalisman. Hvert vil þú ganga? Ég er með svona kannski 3 lykilbreytur sem að ég held að þurfi að eiga sér stað til að rétta reglurnar, til að regluverkið styðji við mögulega framtíð fyrir næstu kynslóð. Í fyrsta lagi að tímalengdin breytist í þessu kapitaliska kerfi. Ég held að þessi ofur áhersla á ársfjórðungsleg uppgjör og arðsemi til hluthafa eingöngu til svo skamstíma sé bara barnsins tíma. Milton Friedman lagði grunninn af þessu 1970 með ritgerð sinni í New York Times og síðan hefur þetta þróast yfir í það að ég þekki marga fórstjóra sem að vilja ganga betur fram en þeir gera, en eru fangar kerfis sem að mæla allt til svo skamstíma og ef þú ætlar að fara og fjárfesta í nauðsynlegum umbreytingum þá verður högg á arðseminni til skamstíma og ég held að þetta sé vandamál. Við erum með, lestu bara viðskiptablaðið, fylgstu með því hvað félögin í Kauphöllin er að gera. Þar eru mörg fyrirtæki eru bara að selja frá sér innviði, eru bara blóðmjólka fyrirtæki til þess að færa eigandunum sem mesta peningin og skilja sig eftir sem hálfgerða skeljar. Þetta er náttúrulega bara anorexía í einhverjum skilningi að þú ert ekki að byggja fyrirtæki sem verður til í önnur 100 ár. Þannig að ég held að þetta skiptir máli. Þetta fyrsta breytan er svona svolítið að horfa til lengri tíma og leiðin, að því mér langar ekki bara að tala um það sem þarf að breytast, heldur leiðin er að fá ungt fólk meira að borðinu. Það er leiðin þar sem ég er að ná til forstjóra sem að þurfa að fara í gegnum hugafarsbreytingu og það er oft bara þegar ég segja þeim að koma á fund og taka dætur sína með. Að það bara breytir samtalið, þá allt í einu ferðu að horfa býtu hvaða heimur býður dætra minna, horfa öðruvísi á margt. Þannig að þetta er fyrsta breytan. Næsta breyta er að við þurfum að skilgreina nýja skilgreiningu á arðsemi, ávöxtun, árangri. Við þurfum nýja skilgreiningu. Núna er hún arðsemi fyrir hluthafa á ársfjórðungsbasis. Við þurfum að stækka hana. Við þurfum að setja inn í regluverki að áhrif fyrirtækja á umhverfi, á samfélag, á fólk skipti máli og það þurfa að vera gagnsæ upplýsingagjöf það. Helst myndi ég vilja setja verð á auðlindir, þannig að það væri skilvirkast ef að það bara kostaði að menga, það kostaði að brenna fólki út, en það þarf að breyta skilgreiningu, hún þarf að stækka, en að horfum til langstíma, hvernig gerum við það? Þú hefur heyrt mig tala um þetta áður, ég er sannfærð það að þegar fleiri konur fá að sitja við borðið, þá kemst umhyggjan fyrir þessum hlutum meira að. Þannig að ég hef lengi verið talsmannskja þess að fjölbreytileikin í forystu skipti máli því að þá stækki skilgreiningin á árangri. Við höfum stigið skref hér á Íslandi en meira í stjórnum heldur en framkvæmdastjórnum og ég held að vinnukúltúrin verði til í framkvæmdastjórnum meira heldur en í stjórnum sem sita í armslengd frá dagstaglegum störfum. Og þriðja sem að ég held að við þurfum að breyta er að við tökum svona, að við sjáum fleiri haghafa heldur en hluthafa. Þessi hugmynd sem að Milton Friedman setur fram að eini aðilinn sem skiptir máli sé hluthafinn. Bara einn mælir í mælaborðinu. Bara einn mælir í mælaborðinu. Ég get ekki séð hvernig ef við tökum Amazon, eitt staðsta og arðsamasta fyrirtæki í heimi, ég get ekki séð hvernig þeir geta byggt upp sína vinnustæði án þess að segja að þeir þurfi vegi og það þarf skattgreiðslur til þess, eða skólakerfi, eða heilbrigðiskerfi. Og því miður, og þetta er nú eitt af því sem við höfum talað fyrir hjá BeTeam, að það sem við köllum leiðbenningar heilbriða skattahegðun fyrirtæki, að fyrirtæki borgi til samfélagsins þar sem þau starfa. Og við byrjuðum á þessu bara hausti þegar ég kom til BeTeam fyrir 6 árum síðan, við vorum eitt fyrirtæki sem var tilbúið til að gera þetta. Núna erum við komin í nokkra tugi, en það er allt of fá og auðvitað þurfum við stjórnvöld sem hafa hugrekki til þess að breyta reglunum. Þannig að það sé ekki hægt að vera að starfa
í samfélögum án þess að leggja nokkuð til samfélagsins því að samfélagið haghafi, starfsfólkið haghafi og í rauninni grunnurinn að því að þú skilir hagnaði til lengri tíma litið. Viðskiptavinurinn haghafi og umhverfið haghafi því að við getum ekki búið til hagnað til framtíðalitið með því að brenna bæði jörðina undir fótum okkur og fólkið sem að þarf að búa til verðmætin og samfélagið sem að þarf að vera í sátt. Við þurfum að finna aðferðafræði sem að raunverulega lítur á það sem tilgang fyrirtækis, að horfa til langstíma, að hafa stærri skilgreiningu árangri og sjá að allir sem skipta fyrirtæki máli þurfi að vera sáttir. Og svo ef við förum bara aftur fyrir samfélagssáttmála nýfrjálshyggjunnar þá í svona lok samfélagssáttmála eftirstríðsárna þá var verið að ræða það að starfsmenn ættu að sitja í stjórnum fyrirtækja. Og það fór í gegn í Frakklandi, var mikið rætt í Svíþjóð meira og Íslandi, svo bara gufaði þessi hugmynd upp. Já, hún reyndar við lýði í Þýskalandi og nokkrum öðrum stöðum og reynist vel. Hún gufað upp úr umræðinni, hún var alvarlega rætt hérna á Íslandi. En bara þessi samfélagssáttmáli nýfrjálshyggjan var svo sterkur að það eins og fólk hafi bara gleymt þessu. Já, ég held að við getum öll hort á og sagt að sú hugmyndafræði bara búin að ganga fram á okkur í öllum skilningi þessu orðs. En það sem að við höfum reynt hjá B-Team sem að mér þykir virka mjög vel og nokkur á okkar fyrirtækjum byrjað að gera bara markvisst í sínu stjórnkerfi að það að vera með svona næstu kynslóðar ráðgjafaráð eða þáttöku við borðið. Til dæmis IKEA bjóð til 25 manna næstu kynslóðar ráðgjafaráð sem í rauninni þeirra langtíma stefnumörkunar stjórn. Þá vinna þeirra stjórnendur með þessari næstu kynslóð að því hvernig höfum við bara jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag, hvað þurfum við að breyta og IKEA að ganga þar bara á undan öðrum með mjög metnaðarfulla aðferðafræði. En óttastu ekki að þetta sé svona grænþvottur og bleikþvottur og Jú, ég sé mikið af því. Að þegar að því kemur að það að taka ákvörðun, þá hlustar IKEA ekkit á þetta framtíðaráð, heldur tekur bara ákvörðun sem að henda hlutum. Þetta alveg að taka IKEA sem dæmi, ég ætla ekki að beða starf frá því. Nei, þetta er mjög gild spurning, en ég ætla kannski þarna bara að fá að vísa í mína reynslu og vera bara mjög heiðarleg að ég byrja að minna starfsæfi hjá fyrirtæki sem heitir Mars, nánar tilteki hjá M&M Mars, sælgætislutanum af þeirra fyrirtæki og það fyrirtæki þá eitt staðista fyrirtæki í einkaeigu í heiminum. Ég fer frá þeim til Pepsi Cola, Norður Ameríku, sem þá taldi fleiri starfsmenn en alla Íslendinga og var staðista skráða fyrirtækið í heiminum. Ég læri snemma á minni starfsæfi að eignarhald skiptir máli og fyrirtæki í einkaeigu eru líklegri til að horfa til lengri tíma heldur en fyrirtæki skráða á markað því það er innbyggt í markaðinn þessi skammtíma hugsun og ég fann þetta mjög snemma þó ég skildi það kannski ekki fyrir aðeins seinna þegar ég hefði fengið meiri lífsreynslu og þroska til að horfa á þetta. Ein af ástæðum fyrir því að IKEA getur verið svona hugrækt fyrirtæki að fyrirtæki í eigu stofnunar sem Ingvar Kamprad, stofnandi fyrirtækisins bjóð til, sem að í rauninni hefur þann eina tilgang að láta gott að sér leiða í heiminum. Þannig að þeir geta hort til langstíma. Þannig andlitslaus kapitalismi sem oft í þessu stóru fyrirtækjum, þar sem að stjórnendurnir bara gera sér í hugalund hvað eigandinn vill á þess að raunverulega hitta nokkuð tíma. Það sé eiginlega verra. Stofnunin með mjög skýr markmið. Ég ekki að tala IKEA, heldur það sem eru skráð fyrirtæki. Það sem engin sýnilegur eigandi raunverulega, það bara einn ímyndaði markaður og stjórnendurnir að gera sér svona í hugalund. Þeir eru að hlaupa í kerfi sem með ákveðna mælistikur og ákveðna væntingar. Ég held að það sé erfiðara. Og ef við tökum Patagóníu sem er nýjasti meðlimurinn fósturið þeirra í B-Team sem greina þá, að því mér finnst það svo falleg saga að þá ákveður stofnandi þess, Yvonne Chouinard í fyrra að gefa fyrirtæki til móður náttúru. Lætur í rauninni allan arða fyrirtækinu renna til umhverfisverndar því hann hefur það miklar áhyggjur að því. Það er auðvitað ótrúlega hugrækt og ég er ekki að segja að fyrirtæki þurfi kannski öll að ganga þanga en öll fyrirtæki getur lagt eitthvað að mörkum til þess að vinna úr þeim skaða sem að hefur orðið og vinna að þeirri framtíð sem getur orðið. Þannig að ég er nú að sjá alveg fyrirtæki stíga góð skref en ég er að segja bara mjög hreinskýrislega. Ég held að þau lögmál sem að markaðurinn hefur allir verið byggður á séu barnsins tíma og það þurfa að uppfæra þau þannig að þau þjóni
næstu kynslóðum og þessum fyrirtækjum. Og það sé áræðandi. Já. En segjum sem svo að þú sért orðið forseti. Já. Og þá verður ekki lengur B-tím, heldur Bessastaðatím. Hvernig ætlar að reka Ég vil ekki að Bessastaði? segja að B-hugmyndafræðin kæmur örugglega með mér að einhverju leyti. Það er að segja ég vil... Sérðu fyrir þér að reka Bessastaði sem bara svona powerhouse í þessum breytingum í heiminum? Mig langar til þess að vera umbreytingarleiðtogi, já. En mig langar ekki til að vera umbreytingarleiðtogi sem trúir að ég einn hafi svörin, heldur manneskja sem að vill leiða fólk saman til samtals og samstarfs og sína í gegnum góð fordæmi hvað er mögulegt og mig langar til að gera það á þann máta sem ég kýs að reyna að vinna, frekar í gegnum brúarsmíði heldur en gröft að ég reyni að fá fólk saman sem jafnvel er að deila stór og mikilvæg mál. Ég gerði það nýlega og er að gera það heilmikið í frambúðinu, fá nýja Íslendinga af erlendum uppruna inn í samtal og hlusta og heyra hvað þar brennur á þeim og hvað má bæta og laga þar. Fá þá sem berjast fyrir umhverfisvernd til að tala við þá sem eru ósáttir við að við séum að brenna olíu allt land og tala saman. Og þetta er áhrifaríkt og gengur í rauninni miklu betur heldur en við kannski höldum. Þú getur hlustað og svo verður þú að gera eitthvað. Og hvað getur fórstu gert? Ég held reyndar að það sem að hlutverk forseta sé fyrst og fremst að sko leiða fólk saman til samtalsins og finna réttu aðilana til að fara í samstarfið. Að það getur verið eins og við gerum á þjóðfundi slempi úrtak þjóðarinnar til þess að móta eitthvað, en það eru margar stofnanir samfélagsins sem eru að vinna í þessum málum en eru ekki endilega að koma saman og móta saman þessa langtíma sín og aðgerða áætlun á bakvið það. Við erum dálítið eins og fyrirtæki sem að bara ætlar að láta það reddast hvað það gerir og ég þekki mjög fá fyrirtæki sem hafa orðið til langs tíma sem gera það. Það vantar þessa langtíma hugmyndafræði og stefnumótun og hún getur ekki lengur komið bara að vettvangi stjórnvalda. Hún þarf að koma og vera mynduð af öllum þeim sem skipta máli í samfélaginu til að þeirri leið verði treyst og til að svo leið endurspegli gildi samfélagsins. Og þetta sé hlutur kostas? Ég sé það sem það, já. Bessastaði sem leiðtogi næstu kynslóðar og þess veruleika sem að tekur við og leiðtogi samfélagsáttar. Og leiðtogi þess að samtal á milli allra hópa og kynslóða, landsbyggðar og höfuðborgar og sé leiðin til að búa til gjöfult samstarfi þá framtíðar. Halla, takk fyrir að koma hingað í kosningabaráttunni. Takk fyrir að gefa okkur tækifæri til að sitja við borðið og eiga lengra samtal heldur en kannski við fáum tækifæri til í þessu frambúði. Ávallt velkomin. Takk. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.